Erum við búin að rekka þetta? Búin að rekka. Allt rekkað og fínt. Já, kæri hlustandi, það er fint að láta sem heilsa ykkur á fallegum miðvikudegi. Fulli bátur og gott betur en það. Það er engin annar en King Garpur Fletcher sem að tekur með okkur þennan þátt að þessu sinni. Velkomin í þáttinn. Takk hérlega fyrir það. Takk að gott búið, komin tími til. Komin tími til. Já, það er sjálfsögðu bikamót HNI næstu helgi. Yes sir. Fyrsta umferð, það var bara no-brainer að fá þig. Þú veist svona einn besti boxinni landsins. Ég þakka það, ég er kannski ósammála. En hérna... Það var mikið. Já, kannski. Sko, Nei, við mætum hérna með kassan út. Já, ok. Jú, ég tek þessu. Ég er svo sem, ég reynir mitt besta allavega. Já. Reynir mitt besta. Já. Kassan út og pungin á borðið. Já. Næst rátt. Þannig að það er bikamótið og UFC 311 sem síðtalgi sem það þarf að diskutera og taka á. Horfður á UFC líka? Já, horfðu á það. Nice. Þessi spartaði gæðingur getur. Já, ég bara byrjaði snemma í þessu, sko. Ég verið að horfa á bara UFC síðan bara, ég veit ekki, bara Chaelsonin Anderson Silva 2012 eða eitthvað, sko. Ég verið í þessu bara, síðan ég var 14 var ég að downloada af Pirate Bay UFC-kortum, sko. Ég er bara langtíma fan, sko. Það var komið alvöru mann núna, sko. Já. Þessi gæði með bringuhás. Það er smá. Smá. Gægja, hérna, ef við ekki bara byrja á bikamótinu eða hvað og veitum hvað svo bara áfram? Nei ekki. Hérna, ég rannsakaði þetta bikamót ágætlega og hérna, hvað þetta 13 bardagar. Ég held að það vera 50 keppindur skráðir. Það var með skráning í bikamótið. Fengu flesti bardaga, skils mér. Og þetta er eitthvað aðeins að hlýðra til en 13 bardagar á laugardaginn kemur í VPC klukkan 1. Það er rosalegt. Já, það er mjög stórt. Þið hafið meira upplýsingar þetta en ég. Ég var svolítið forvitinn þegar Biggi sendi á mig að koma í podcastið og bara verðum með fersk nöfn frá HNI og ég bara, ok, skiljum, við leið bara eins og VIP að fá þessar upplýsingar svona snemma, sko. Já, við höfum kannski að senda þér eitthvað. Hérna, ef við bara renna yfir listan hérna hægt og bítandi. Ég renni ekki að lesa upp hérna 13 viðureigni bara og láta líða yfir mig. Laugardagurinn byrjar á Tristan Stiff gegn Hilmari Þorvaldsinni úr HR held ég alveg potið. En staðan milli þeirra er 1-0 fyrir Tristan. Ég held að það hefði mæst á hérna var ekki bara bikamótinu fyrra eða eitthvað. Já, var það ekki seinast bara? Jú. Man eftir þessu barða. Tristan Stiff er búinn að vera svolítið virkur einmitt. Já, mjög virkur. Hann er flottur strákur, þetta er í undir 15. Já. Það eru ungir. Já, og samt rosa flottir hérna boxarar, sko. Og ég held hérna með skilst að Hilmar hafi svo farið á Hilluröð og sótt sér reynslu þar. Já. Sem er bara fucking geggjað. En þekkið ekkert gíkitist mikið, sko. Nei. En svona hérna, ég er óslega afbrýðsamur að vera svona góður í boxi 14 ára gamlir, eða yngra, ég veit það ekki. Þetta er allt maskinur, sko. Þetta er nýja kynslóðin, sko. Þetta er eitthvað meginn, þetta vindur svo mikið út frá sér, sko. Maður er að sjá gæja sem eru bara 12-13, bara mæta á 2 æfingar á dag og sjá tæknina þeirra. Lætur mann er bara blöskrar, sko. Bara svona vonandi halda þér áfram. Það ætti að vera svona eina message, bara haldi þessu áfram í gegnum úlingsárin. Já. Og líka, sko, það er svo bardaíþróttir sé að koma inn sem barnaíþróttir. Þetta er ekki lengur bara þú veist, stimplað að þetta sé fyrir einhverja fullorðna menn, sko. Þú veist, það er alltaf að setja krakkarinn sinni þetta. Það þurfi ekki allir að vera í fótbolta, handbolta. Það er alltaf að keppa, að æfa box. Já. Einmitt. Það þarf líka eitthvað að tyggja ofanið á svona, hérna, box before hose. Þegar sá aldrei kemur, sko. Já. Ekki fara að jamma og svona. Já, ekki fara að jamma og svona, þú veist, box fram yfir áfengi og eitthvað. Nákvæmlega. Það er svona herrið hans á þetta. Herri, svo kemur hérna Alex Shelag, ég er bara ekki sjens að ég sé Shelag Shardurski. Já, þetta er ekki öðvöldast namnið. Nei, á móti Sigurberg Einari. Sippa Lippa. Já, Sippi er geggjaður. Traktorinn. Já, hann er geggjaður. Já, hann er geggjaður. Þetta er svona einhver litli Tyson, sko. Hann er rosalegur. Hann er alveg hreyfis, alveg eins og Tyson og kraftur í honum. Já, hann er einmitt einn af þessum gaurum í gymmuna að sjá hann og sjá hann keppa, sko. Þetta er bara rosalegt, sko. Hreyfingarna sem hann er með og mjaðminnar og eitthvað með höfurhreyfingarnar og þetta er bara svona Jesus Christ. Hvað er hann að styrum með það? Nei, hann er bara rosalega góður. Bara rosalega tæknilegur og með svona öðruvísi stíl en margir, sko, í gymminu. Davíð Rúnar einmitt í gymminu er mikið svona hefðbundi box, 1-2 beinhögg, halda fjarlæg og eitthvað. Sippi er svolítið bara hreyfið höfur eins og Tyson og kemur inn með
2-3-2 bara. Það kemur bara með bombur, sko. Einmitt. Hann vann hann ekki Tristan Stiff á Icebox núna? Jú, einmitt. Það passar. Já. Líka búin að performa á Icebox. Var það fyrsti bardaginn á kvöldinu? Já. Það var geggjaði bardagi. Já. Það var geggjaði Ógeðslega góður bardagi. Já. Hann erosaleg, sko. Já, við erum sko ennþá í undir 15. Já, ég veit það. Þetta svona núti dag, sko. Já. Hvað varst þú að gera þegar þú varst 14 ára, Heiðar? Varst það box og Icebox? Nei, ég hefði bara hefðbundnar íþróttir eins og ykkur auðli, sko. Já, Mér var reynd að banna það, mér langaði að kippast ég og krakki, móðið mín tók fyrir það, hún var bara nei Heiðar, við gerum það ekki og ég bara góði mamma. Góða stökur. Er hann í alveg kallað Sibbi-Libbi? Já, Sibbi, allavega. Hann heitir með þess að Sibbi Libbi á Instagram, eða ekki? Það er það? Ég held það, Ég er ekki að followa hann, skellur. Ég er ekki nógu marga 14 ára á Instagram. Það er ekki svolítið grunnsalegt að followa hann. Hann tekur á sig hann með alla 14 ára á Instagram, sko. Já. Megur samt ekki hræðan Alan. Hann vist svona new kid on the block með 0 barða. Já. Ég minna fínt bara að fá reynslu. Já. Sækja sér reynslu. Þetta eru náttúrulega ennþá svo ungi gæjar, sko. Og líka einmitt, það sem er góða í þessari boxmenningu núna er að mikið af þessum yngri gaurum hafa verið að keppa á diplómamótum áður en þeir keppa til dæmis á þessum bikarmótum. Þannig þeir eru komni með reynsla og stíga upp í hring og fá svona upplifun að hafa eitthvað á móti sér, sko. Þannig að þetta er ekkert eins mikið pressa að þú tapir bardaga, sko. Það er allir vanir því eitthvað með sem eru komandi upp núna, sko. Já. Margir sem, það er engin ósigraður og óstöðvandi að róta alla, skilur. Þetta er bara að fara inn og boxa, sko. Já, og svo eru náttúrulega 14 ára strákar eru ekki hræddir við neitt. Nei, það er algjörlega, það er ekki til lífsræðsla í þessu, sko, þannig að ég held að skipta engum mál hvað til að segja, hann myndi alltaf labba hann inn með kassan út og rífa kjaft, sko. Já, alltaf ekki bara segja, sko. Skemmtilegt. Við færum okkur svo niður í U17, loksins komið smá aldur á það er Volodymyr Moskichov. Er þetta eitthvað svona brandari? Það átti bara að vera svona. Á móti Björn Helga Jóhannssoni, báði keppendur 0-0. Skilst mér, 60 kíló. það er flott frá hvaða gymmum? Frá ykkur, Björn Helgi frá HR. Já. Ég þekki þess að yngri gæja svo lítið eitthvað með henn. Já, ég kannast þetta sjálfur einhvern veginn yngri gaurinn, maður svona þekki það, maður veit ekkert enda hvað er heit allir, sko. Sérstaklega eru 0-0, sko. Já. Nei, þannig að ég fá mér svona mjög fest blóð, þannig svona 100% bara, það veit enginn hvað er bara að gerast og enginn einsla og ekki neitt, sko. Herru, svo kemur Arnar Geir Kristbjörnsson frá Þór á móti Arnar Jaka Smárassyni sinni. Ég þekki Arnar Jaka smá og hef sparrað nokkur lótu við hann bæði þegar hann var bara alveg að byrja og bara tók lótu við hann nýlega þannig að svona gjössanlega keyrði út, sko. Og hann er alveg sjúklega game gæi, sko. Hann er búinn að keppa 2 tapa báðum og er vel hungrar í fyrsta sigurinn sinn. Þannig að ég er mjög spenntið fyrir að sjá hann núna. Það er hann Arnar Jaki Smárasson í UFC. Já, en þessi Arnar Geir vist eitthvað svona öppni komið frá Þór. Ég veit ekki passa. En ég var að tala við einhver þjálfara, þeir eru mjög spenntið fyrir honum, sko. Hann vist alveg svona eitthvað heavy prospect fyrir norðan. Þá verður þetta góða fætt, sko. Já. Ekki það eru stór mistök að maður ætlar að mæta og þessi byggamót og ætlar að detta bara inn í fullorðinsflokkana, þá missir maður bara oft af mest entertaining bardagunum, sko. Það eru oft ungu krakkarnir, sko, sem eru bara þindalaus og bara slá í stöðugt allan tíman og maður bara, já, nei, ekki drepa, jú, gerðu það. Nú, nákvæmlega, aldir upp á Norðurlandaloftinu þarna. Já, bara á harðfisk og smjöri, nei, Hún var söður og ætla bara í eitthvað víking hér. Í víking til Reykjavík. Já, galið, sko, en hrikalega spendi. Herru, ekki skánardamaður, það er Tómas Barcia Vicious á móti Jökul Braga Haldórssoni. Bara, sorry Tómas, ég bara get ekki búið fram svona. Nei. Ég held að þeir séu báðir byrjendur og taka sína fyrstu barda. Ok. Hvaða gym? Jökul Braga er HR. Já. Og Tómas er Tómas HF. flott. Ok. Þannig að já, skemmtilegt að séu nokkrir með 0-0. Já, skemmtilegt að koma svona nýtt blóð inn í þetta. Það er alltaf gaman að sjá okkur nýja, sko. Fyrir að var svolítið svona, maður þekkti svona flesta sem voru að keppa eitthvað. Gaman að fá bara svona ný andlitin. Algjörlega. Það sýnir líka gróskuna, sko. Það er svo margir 0-0 að koma núna. Já, það er sko margir 0-0 og með skráning.
Það er mjög það er bara gróska í þessari íþrótt sko. Það er mjög jákvæmt sko. Já, það er mjög jákvæmt. Laka til að sjá hvað þið geta, en þeir eru í 17 flokknum. Svo Kormákur Steinn frá VPC á móti Almari Sindra Danielsinni. Glad, held ég alveg bóttið. Ég held að Almar hafi farið á Power Cup og Hilduröð í fyrra. Já, getur verið. Hann er búin að heyra á honum. Hann er alltaf aktífur á síðasta ári, held ég. Hvaðan er hann? Hann er frá HAK á Akranessi. Kormákur náttúrulega frá VPC, HFK. Já. Þannig að þetta er auðvitað, Kormákur er búin að taka miklum bætingum alltaf bara stuðut, hverjum bara það. Kormákur er svona hávöksin sláni, eða ekki? Já. Sem er bara mjög gott, sko. Reach. Reach er sko. Það er mjög erfitt að komast á honum, sko. Já. Hann er með gott reach, kann nota. Já. Ég held ég veit, maður á til að slá saman, sko. Já, gott að vera að muni þetta svona. Já, hávöksin sláni sem er... Nonni gerir segja það með kolluvikinn. Damn! Er heittinn inn? Já, það var díla við eitthvað meðsli í hendinni sinni líka. Ég er bara betra að tengja við hæð. Já, algjörlega. Ég er ekki að dæma þetta. Víst. Já, Kormákur er grótala, hann er búin að vera að fara bara út í einhverju keppnisferði, bara með brotna hendi og eitthvað og bara fara í gegnum barða og bara drullu saman, sko. Dumb shit movement. Já, og þjálfarinn hans bara eitthvað, já, herðu, good shit, maður, tökum sénsinn og eyðileggja þér hendurnar. Þú ert hvað, 17 ára? Já, það er feilið durglað, sko. Segi ekki hvað svo vont að er að gilla. Já, við skulum vona það. Það segi ekki þjálfar eitthvað hennar bara eitthvað, jú, tökum sénsinn. It's only for life. Þetta þekkist núlega, að fara inn með einhverja kvilla. Er það ekki atvinnumenn sem er að keppa upp á einhverja alvöru pening á titla þær eða? Já, það var líka nú einhver ungu strákur frá, hvort það var ekki Tristan Stiff eða einhver, frá HFH, sem að fór daginn með eitthvað, ekki brotna hendi, en það var eitthvað svona aðeins hendina hans og hann fór bara eitthvað mót úti. Já. Þetta þekkist alveg. Já, þeir eru alltaf eitthvað. Ekki gera þetta samt. En þú veist, þetta þekkist. Já, til langstíma þá er þetta kannski ekki alveg skynsamlegt. Upp á ferilinn, þá er þetta ekki skynsamlegt. Það er þetta að skemma sér hendurnar svona. Já. So let's not, kids. Ég var að ræða Kolla í dag. Hann var að tala skilur hvað svona, ef þú gerir, þú veist, sama höggið, bara 1000 sinnum, en kannski 2% vitlaust, hvað það hefur mikil svona skemmandi áhrif á hendurina til langstíma, skilur. Þannig svona, ég get svona, að væri kannski betra að láta þess að unga krakka gera þetta ekki, að berjast með brotna hendi og, já, mögulega. Og svona eitthvað. Já, ég held að, já. En flott að þessi hugur í þeim. Já. Bara, það er gott. Be smart kids, please. Ég held að við sem komin í fullorðinsflokka núna, en það er Jakob Bjernat á móti Hlyn Þorra eða Orra Helgusson. Hlynur Þorra Helgusson. Jakob Bjernat, hann hlýtur að vera þá bróðir hans Ígor Bjernat. Ég myndi giska það, sko. Úr hvaða klubbi er hann? Þór, þeir eru frá Akureyri. Það passar. Hann Ígor Bjernat átti barða við Daniel Rosa, ekki, og síðast að byggamóti. Já, það ekki. Það voru alveg 3 viðregnir milli þeirra eða eitthvað. Jú, það var eitt komandi inn í loka viðregnina. Já. Og þeir bara átti eitthvað geggjaðan fætt. Ég náði þeim hérna upp í Hafnarfirði. Það var mjög skemmtileg fætt hjá þeim. En þetta hlýtur að vera bróðir hans eða einhver fjölskyldans. Bjernat. Það er að verða eitthvað Bjernat veldi þarna norðan. Það var þetta geggjað að þau væri ekki bræður. Það væri svo nákvæmlega bara, hey, Bjernat, Bjernat. En ég held að 9 strákar, ég held að 0-0 og alveg pottitt bróðans Ígor. Þannig að það geggjað að væri bræður, sko. Og þú veist, að því Ígor er örugglega mesti ljúflingur sem ég hef hitt á ævinni, sko. Og geggjað góður boksari, það er svo skemmtilega boksari, sko. Og vonandi að bróður hans líkja honum eitthvað í boksi og svona, og í manngerð, sko. Þeir eru miklu sjóðar í þessu en ég maður. Ég er svo lélur að tekja nöfnin við fætluna. Og þeir muna nöfn bara eins og ég mann andlit, sko. Þeir bara, ef þú kemur nöfn, þá eru bara ekki, já, hann hann var að keppa í úlingaflokknum fyrir 4,5 ári hérna. Við veitum bara að það sem búið að gerast þessi 2 ára. Við erum bara að stúdira það rosalega vel. En mér líður þessi sem er gullfiskaminni, sko. Já, þeir eru góðið með nöfn samt, sko. Báðir. Já. Ég er ekki svona skoðið. En það er ofta erfitt að halda utan um þetta. Ég meina, fullt af mótum og alltaf eitthvað, það er oft ruglast maður mikið í þessu. Maður reynir svona að vera með puttan á púlsunum. Já,
og svo kemur maður upp með sig bara svona, já, Kormákur, já, svona sláninn og Já, ég veit það. Herru, gegga. Herru, svo nei, herru, ég sem að fara við bandara. Adrian Pawlikowski á móti Viktor Örn Sigurðssoni frá HFK. Hoppaðir yfir eða? Nei, ég hoppaði ekki neitt, held ég. Þetta eru 17 bardagi. Já. Ég held ég hef ekki hoppaði neitt, sko. 85 kíló á 17. Þetta eru stóri strákar. Já, big boys. Já. Fíla það. Þetta er síðasti bardaginn ánum fyrir mig í Elite. Ok. Ég það Adrian sem í 2 bardaginn heima báði gegn Sölva Stein úr FBC. Já. Þannig að Já. það var eitthvað stórt þeng og Viktor er svona nýri sinni en er með diplóma og er að berja sinn fyrsta á Ólympíubardaga. Já, ok. Svo er hérna Róbert Smári Jónsson frá HK með þeim í flokki og þeir munu svo berjast við hann á næstu bikarmótum. Já. Já, það Þú eru að rúlla þeir. Ha. Þeir eru að rúlla þá 3. Já, það ekki. Rúla svona sína milli. Já. Það er mismunandi, sumir flokkar eru bara með 2 og þú veist, þá eru menn bara að mætast 3 sko, eða þú veist, eins lengi og eða jafnt, þú veist, þá taka það 3 bardaga. En þannig er þetta 3 í flokknum. Það eru nokkri flokkar sem eru þannig sko. Það er okkar heitt elskaði bóksari hann Kolli Sölver sem að raða þessu upp og para saman. Já, ok. Já, hann er búinn að vera hérna sveittur yfir helgina að para saman. The main man. Já, það er tvennt sem að Kolli gerði helgina. Það var að para saman þetta bóksmót og senda mér svona Instagram reels. Já, ok. Það hefur verið nóg að gera. Það hefur mjög mikið að gera, sko. Ég er spenntið fyrir þessu. Mér er skemmtilega að fara svona vel yfir þetta og fara að tengja saman nöfn og nýliða og svona og gaggrina alveg í klassu. Já, það er gaman. Þannig að þú eru sveittur á myndavélinni, Garpur. Já, eða ekki, það er náttúrulega ekkert production hjá mér, ég íti bara start og stopp, sko. En ég var á fullu, skilur, jú. Já. Iceland Boxing. Icelandic Boxing. Icelandic Boxing. Vil ég sjáta þetta? Icelandic Boxing. Já. Hvað ertu að meðaltali lengi að upplota fælum enn í YouTube? Þú veist, hvað ertu lengi að vinna þetta? Þú veist, móti klárast, þú brunar heim. Já, ég vil vera fyrstur, því leið og móti klárast, sko, þá er ég strax komið með DM bara, þá er allir að senda á mig, sko. Þá er bara Benni og Elmar og allir bara, hvenær kemur þetta inn? Og það er bara laugardagskvöld, sko, ég er kannski að fara á djammið eða eitthvað. Og þá er þetta bara þannig, eins og seinast fyrir Icebox, sko, þá náði ég að vinna þetta fyrirfram þegar ég var með keppandalistan, þannig ég var búinn að gera bara description og allt, sko. En handavinnan, skilur, þetta er mjög einfalt hjá mér í grunninn því að þetta er svo low production, sko. Ég íti bara á start, skilur, þegar bardaginn byrjar og stopp þegar hann er búinn. Þannig hver fæll er alltaf bara hver og einn fæll, sko. Þannig ég er kannski bara eitthvað. alls ekki neitt, sko. Þó að það væri kannski eitthvað svona, ég hef reynt eitthvað að downloada DaVinci, skilur, hérna og reyna eitthvað að gera ykkur highlight og það bara tók alltaf langa tíma, sko. Ég er aðalega að gera þetta bara fyrir menninguna og fyrir þjálfarna og keppendurnar og alla sem vilja horfa á þetta. Það var svo mikill skandall á sínum tíma þegar ég mætti á fyrsta bikarmóti, man ekki eins og hvar það var, hvort það hafi verið hjá okkur í HR fyrir 2 árum. Þegar ég var aftur komin inn í bóksi og var að mæta og bara horfa, var ekki að taka þetta upp og mér fannst það svo mikill skandall. Tófullu salur, fullt af bardugum og skilur einmitt, U15, U17, gat engin review að fæta sinna eftir á eða sé hvað fór illa eða betur eða einhverju sem komast ekki sem vilja horfa á þetta. Þannig svo mætti ég bara, svo talaði ég mömmu, sko, fekk bara einhverja kanonmyndavél hjá henni, sko, eitthvað minniskort og mætti bara næsta mót og bara til að varðveita þetta því þetta er svo mikill menningararur. Algjörlega. Bara frýtt aðgengi, ekkert bullshit, skilur stundum heyrist í mér eitthvað annað öskra og garga á bakvið, sko, en sumi fíla og sumi mjúta bara, ég veit það ekki, sko. En þetta er aðalega bara til að varðveita bardagann. Það er skandalla. Það sé ekki til. Já. Svo er þetta náttúrulega líka gott tæki fyrir bardagamenn að bæta sig. Alveg 100%. Að vera með sjálfan sig í keppni, geta horft á það aftur og aftur. Það er ástæðan okkur ég gerir þetta, sko. Já. Það er vel gert maður. Ég hef reynt að fara í samkeppni við þig, sko, þegar ég mætti með myndavél í fyrsta skipti og svona eitthvað, hola muchacho, eitthvað. Svo varst þú hvað er lengi setið inn og eitthvað og þú sagði mér held ég að þú væri að fara að gera eitthvað kvöldið, sko. Og ég svona, djúvel maður, ég líti að hafa þetta morguns. Og svo bara morgun eftir og þetta allt komið, Garpur fyrst með fréttirnar og allt komið og eitthvað. Bara, shit, þessi gæði er on it. Ríkilega vel gert. Já, takk maður. Ég ætla að byrja að fórvinna þetta svolítið, ég hef alltaf eftir á, skilju, hef ég alltaf bara farið beint heim, tekur kannski bara klukkutíma eða 1,5, sko. Það er ekkert mikið, en þetta er mikið eitthvað svona skrifa allar þyngdaflokkana og hafa allar upplýsingar rétt, sko. Og svo er þetta bara trekk í trekk að gera það fyrir hvað bardaga. En eins og Icebox, ég náði að setja það einn bara seinna kvöldið, sko. Icebox er klárast 11 og klukkan 1 nótt er ég þannig heima að klára þetta, sko. Sendi svo bara alla og
Fólk vill oft komast í þetta bara strax eftir bardagana, sko. Ég reyni oftast að taka bara 2 klukkutíma eftir á og vinna þetta, sko. Það er gott múf. Gott að geta farið á tjúpið á djamminu líka eftir Iceboxið og svona, þetta er ég, sérðu, hennar ég Já, mann eftir seinast Icebox voru allir gaurinni bara á Otto og á einhverju flöskuborði, sko, og bara, já, og ég senda og já, bardaðan er komin inn, bara geggja, skilur. Allir röglega hann á borðinu bara með símann, sko. Flöskuborðið, fullborða gellingum og bara eitthvað, við erum ekki að horfa á eitthvað. Sjálfur okkur berjast hérna. Þetta er búið að vera mjög þægilegt fyrir okkur líka alltaf að það er eitthvað boxmót í gangi og við þurfum að koma og tala um það og getur maður alltaf, maður veit alltaf að þú ert búin að setja þetta inn á síðunni á þér og maður getur horft á þetta áður, maður mæti ég hef gert það held ég bara fyrir alla þættina sem við erum að fjalla byggamótin eftir byggamóti, þá hef við farið á tjúpið og hort á þetta. Já, það er bara gott að heyra. Það er allir inn í þessu. Nýtist vel. Herru, hérna skiljum við yngri flokkana, förum yfir í elítflokkana. Það er svona main card. Main event of the evening. Herru, hérna, featured prelims. Hérna, herru, það er Steinar Bergsson á móti Vítali Korsak. Steinar Bergsson náttúrulega upp með komin MMA-fætir. Já, og náttúrulega, þú veist, var landsmeistari í Noregi í boxi þegar hann var yngri. Þannig að, þú veist, hann er alveg smá reynsla. Smá reynsla. Þó hann sé ekki búin að keppa oft í boxi á Íslandi kannski. Nei. Hann er ekki bara gert það einu sinni eða eitthvað. Minna hann að sagt það. Hérna. Já, það getur verið. Djöfull manstu vel, maður. Já, ég reyni mitt besta, sko. Já, djöfull manstu vel. Fyrir það sem munað þá keppti hann líka í, hérna... Battle Arena. Já, Battle Arena, Northampton, í desember. Einni helgi á undan er Reykjavík MMA. Ekki testa mig í ykkur svona ekki flex. Þú varst there, sko. Já, ég var þar. Áttu góðan bæti, var aðeins wrestlefokkaður, greið. En hann er mjög gott stræking, hann Steinar. Já. Hann er hérna bara mjög hæfileikaríkur. En sko, Vítali er með 0 barda, 23 ára gamall frá Bóðatýr, skils mér. Já. En hann er samt, skils mér, algjör fokkar. Já, alveg örglega einhver grjóttorður motherfucker frá Bóðatýr, sko. Já, gerir ráð fyrir því. Ég meina, er ekki spörrun hjá Bóðatýr eins og keppnir, sem alltaf því. Ég hef allan að, sko, þú veist, ég hef verið á svona sammeilum sparraæðingum, sko, og þá er þjálfarinn minn bara svona, passa eitthvað þú velur, sko. Já, hann er kannski með aðeins meira reynsla en 0, segir til Já, það er allavega mjög game. Hann hefur tekið högg. Hann hefur lent í nokkrum slögum, sko. Já, ég hugsa að það sé rétt. Mér líður svona eins og sé eitthvað við hann Vítali sem að ég sé að gleyma. Ég man ekki eftir þessu nafni, sko, maður þekkjar hann örglega að maður sér hann, sko. Já, bara þegar hann byrjar að svinga, sko, þá var það, já, herru, ég sé það. Herru, þar á eftir kemur hann Benedikt Gylfi, okkar heitt elskaði á móti William Þór Ragnarssoni. Rosaleg bardagi. Þetta er alvöru fætt. Rosaleg bardagi. Þetta er svona pay-per-view fight. Þú voru að láta þyngdina fylgja. Já, 75. En hinn á undan. Hinn var 75 líka. Já, ok. Hérna... Icelandic Boxing er bara að segja mig til, maður. Já, komum svo. Er það rétt að William sé ósigraður á Íslandi? Það er ekki... Jú, ég held að það getur verið rétt. Það er hann berst rosalega mikið erlendis. Nei, býtu, hérna veit ekki. Erik Salinas vann hann mögulega. Nei. Ekki? Nei, ég held ekki. Talum í HR byggamótinu. Já, þeir hafa keppt 2 svar, sko. Já, ég man að William sagði held ég eftir viðtal gegn Erik Salinas að hann held að hann myndi gasa. En Erik Salinas var búinn að taka alveg hérna kardióst. Ég tók einu sinni viðtal við Icebox? Seinasta? Nei, ekki byggamóti í HR. Ég tók einhvern tímann viðtal við Erik Salinas á byggamóti fyrir VFBC og mér finnst eins og það hefði verið á móti William. Ég heyrði þess að einhvers að William væri ekki búinn að tapa henni bardaði hérna heima. Það gæti vel verið. Það ekki? Jú, það gæti... Ég kannski bara ruggla eitthvað þarna, sko. Þeir hafa keppt allavega 2 svar. Og ég held að William hafi tekið hann bæði skiptin, sko. Ég held nefnilega að Erik hafi haft svolítið yfirhöndina í fyrsta bardaðinu allavega. Og svo hafa hann gasað svolítið. Ég held að hann hafi slegið hann niður meira svo að það leit útrúlega vel út fyrir hann, sko. En svo held ég að William hafi komið tilbaka á náðunum, sko. Og svo tók Erik kardióið sitt í gegn fyrir hann að Icebox eða ekki. Jú, hvað það sé ekki rétt. Já, svo samt fyrir Iceboxinu. Já, William er bara... Þessi fætt verður eitthvað, Ben og William, sko. Það verður rosalegt. William Þór var sko vorbyggamestari í fyrra, keppti í úrslita viðureign í King of the Ring og hvað hann ekki unni heilir. Það má vel vera. Ég fylgist ekki nógu vel með þessum erlendum mótum. Já, ég veit. Æfingafélaginn? Já, ég veit. Ég tala bara frá persónulegri reynslu minni að það sem ég hef séð, skiljum, þá verður þetta geggjaði bara það. William er mjög smúð. Og eins og í þessum
barnum móti Eriks Línas, þú veist, þá var hann voða mikið, þú veist, að spila svona nautabana og mjög góður í því, sko, þannig að þú veist, það ekkert að sniðast í heimi að rusha inn á mótunum, en aftur móti Benni líka mjög svona technical, þannig að þetta verður svolítið chessmatch, held ég. Benni með rosa flotta fjarlæðir, heldur sér alltaf í réttu fjarlæðin einhvern veginn. Myndi halda að William væri lengri samt. Ég myndi halda að Benni þyrfti svolítið að... Já, hann getur þurft að vinna sér inn í fjarlæðin núna, en Benni bara svo technical. Þetta verður hörkufætt. Já, spenntu fyrir þessum. Já, Benni náttúrulega að taka sko fyrsta elítbardagann sinn og bara að keppa 24 sinnum. Já, það allavega eitthvað rosa mikið. 5-3 árum. Já, galið. Hann svo... Og hann náttúrulega líka bara orðin 18 ára, sko. Þú veist, hann gæti ekki, þú veist, hann gæti ekki verið mikið yngri í elítflokki. Þú veist, hann varð, átti hann ekki bara ammæli núna bara í byrjun janúar eða eitthvað? Ég bara veit ekki, hann bauði mér ekki. Nei. Bauði mér ekki ammæli? Heiðar var það. Já, Heiðar var það. Þið með alla þess að stráka á gramminu og þeir bjóðu ykkur inn ammæli sér. Já. Gaman að sjá Benna. Heiðar ekki bara 18 ammælispartí, mæti. Gaman að sjá Benna ekki með hjálm, sko. Já. Það ég er spenntur fyrir því, sko. Já. Hver þín skoðun á þessum hjálmum? Ég þoli ekki hjálmana, persónulega. Ég held að vísindin á bakvið það, þetta mingi ykkur heilaskaða sé eitthvað gott fyrir mann, skilur, ég trúi því ekki alveg, sko. Nei, bullshit. Já, ég trúi því alls ekki, sko. Einu sem þetta gerir komið á fyrir og þú veist, þú break skin. Já, en ég minna að þú getur bara vasenleina og áfram gakk, sko. Mér finnst þetta, kannski meikar þetta sens fyrir -18, eða skilur, þegar þú ert komin upp í elít finnst mér eins og þetta bara burtu með þetta allt. Já, fyrir úlingana kannski svo sem, skilur. Sko, ekki samt núna verið að sýna fram á að boxhanskar geti leitt til meiri heilaskaða heldur til dæmis MMA-hanskar út af því að það meiri dempun. Það að segja, bæði kemur meiri slinkur á hausinn út af því að höggið ekki svona beinskeitt og þeir slá fastar út af því að það meiri dempun í hanskanum. Þannig að kemur meiri hristingur á heilan ef þú slærð með svona stórum púða heldur en að þú slær berhendur. Ég hef ekki heyrt það, en það er áhugavert. Þetta ekki líka hvað sem þú ert meira að passa upp á hendina þín heldur en hausinn. Já, hanskarnir eru náttúrulega... Já, en ég meina maður pælir bara og kýlir einhvern veginn fast þú getur í andlitið, berhendur. Þú veist, það er ofboðslega vant fyrir hann, en það kemur einhver brjálaður snúningur á hausinn, skilur. En þú gerir það sama með boxhanska, þá alveg... Já, þú getur náttúrulega sett meiri kraft í höggina því að höndin er varin. Já, svo það líka. En þessir hjálmar, ég trúi ekki á það, sko. Ég þúla það ekki. Sexista konur með hjálmar, sko. Í elít, sko, mér finnst það líka bara bila. Galið, sko. Mér finnst það ekki, því að þú getur enda, skilur, ef höggið, þetta stækkar bæði svæði sem verður fyrir högginu og það er ekkert borin eitt vaselín á hjálmana. Þannig þeir eru skraufþurrir, þannig að höggið grípur á hjálminu og þú getur fengið svo mikið kickback. Það skilur við, þar erum við að tala um einhvern skaða, sko. Þar erum við að tala um raunverulega skaðan, sko. Þetta takmarka sjónina, það er verið að anda, það er oft eitthvað vesen með hjálmana, skilur við, eitt högg hérna og það lagan og... En þetta ekki bara svona dæmið, þú veist, það sem þetta virðist öruggara út af við og svona þeir sem eru kannski í senunni vilji ekki láta bardagana líti út fyrir að vera hættulegri heldur en þeir þurfa að vera upp á að fá eitthvað approval frá stjórnmálamönnum, skilur. Þetta er svo mikil fagurfræði bara. Það er svona, það lítur aðeins betur út, einhver meginn. Já, það líður eins og þetta séu öruggara þótt að sé það ekki. Svona false security, sko. Það er bara eins og maður ekki að biðla til þannig fólk, sko. Eitthvað svona flott út á við fyrir einhverja pólitíkusa, skilur. Þetta er bara, þetta er öll þessi afstæði hjá þessum pólitíkusum og allt það í gegnum tíðina, bara með nefnileika á Íslandi. Þetta byggist allt á fáfræði. Þetta er bara fólk sem veit ekki neitt og horfur á þetta og kallar þetta mennskan hanaslag og eitthvað svona. Þetta eru allt bara eitthvað fólk sem veit ekki baun í bala. Nei, og líka bara líta ekki á bardaíþróttir sem íþróttir út af því að þau eru með einhverja gamlar hugmyndir. Bara þetta er eins og í Róm henni í gamla daga þegar þrælar voru. Já, bara þetta er alveg eins og þetta þræla berjist til dauða, sko. Þetta er nákvæmlega það sama. Og síðan núna er komið ljós, sko, eins og fótbolti er alveg með tölvörta heilaskaða bara út af því að þeir eru að skalla bolta. Og þú veist, núna er bannað held ég í keppnum fyrir krakka yngri en 12 ára eitthvað að skalla bolta í fótbolta. Ég datt í svolítið hólu fyrir þetta podcast, sko. Þá datt ég í svolítið svona rabbit hole með nefaleikasögu á Íslandi, sko. Þetta er galið, sko. Að
þeir voru bannaðir 1956 eða eitthvað, eftir að fyrir það voru þeir lögleiddir og voru hjút á Íslandi. Í seinni heimsstyrjöldinni voru allir kananir að koma hingað, voru eitthvað mót á Melavellinum og Íslandsmeistaramót og eitthvað, og þá getur farið inn á alþingi.is og séð umræðunar, bara það sem menn í pontu, og það ekki lengra síðan heldur, þetta var 2002 sem áhugamanna nefnilega voru lögleiddir. Gunnar Birgisson, fyrirverandi bæjarstjóri Kópavogs og sjálfstæðismaður eitthvað, laði þetta fram og getur lesið ponturæðunar hjá þessum alþingismönnum, og þetta bara bilun, hvað ég veit ekki neitt. Og hann einmitt þá að nýkomin út einhver rannsókn í Bandaríkjunum sem sýndi fram á það og hvað manna nefnilegar, það var einhver risa rannsókn sem var að mæla hversu hættulegar íþrótti voru í Bandaríkjunum, og þeir notuðu þetta sem sagt til að styðja frumvarpi. Þá kom box í 71. sæti, og ég held að hestamennska, hvað þú kallar þá íþrótt, hestreiðar eða eitthvað. Það að hoppi yfir drast, eða að tala kappreiðar, eða að tala hoppi. Ég held að hoppi og fótbolti voru hættulegri. Amerísku fótbolti. Og held ég líka sokker, út af heilaskaðanum. Ísokki líka, það stóra. Bara fullt af íþróttum, og þetta í fyrsta skipti ever þar sem eitthvað land bannar ólympíska íþrótt með lögum. Þannig að þetta bara, hvað þetta fólk að spá? Og núna sama umræði í gangi eitthvað með atvinnumannahnefuleika. Og með maður líka Já, þetta eitthvað svona lýðheilsu sjónarmið sem meikar ekki sens, og það fárlegt að þetta sé ekki komið lengra en þetta líka svo fyndið að við lítum okkur sem svona nýfrjálshyggju frelsi samfélag sem bannar fólki, mátt samt ekki æfa þessar, mátt ekki keppa í þessum íþróttum það bannað. En það leiður þar, getur ekki máli. Bannað í nýfrjálshyggju frelsi samfélaginu okkar. Líka bara með núna, þú veist, þvílíkt mikið af ungu fólki sem æfa þetta sport, en svo bara, nei, það má ekki vera neinn framtíð þessu fyrir þér. Þetta bara alltaf að leika sér í núna, krakkar. Þú að fara til útlanda, kallar minn. Alveg galið, En það búið að gera svona rannsóknir á svona alþingisræðum, Það ótrúlega fyndið hvað, þetta kemur svona kynslið af alþingismönnum sem segir eitthvað X, svo kemur svona næsta kynslið sem tekur við, og þeir eru bara með svona sömu skoðanir, segja bara það sem þeim finnst vera rosalega nýtt, en bara svona regurgitated eitthvað sem var sagt áður, Þetta náttúrulega viðbjóðslegir populistar, stjórnmálamenn á Íslandi. Og maður sér það ef maður með Twitter-hellin, góða fólki það nú kannski ekki slæmt núna, en fyrir 2-3 árum, það kannski nánast tekið umræður af Twitter, og bara, þetta það sem Alþingi mun vera að tala eftir viku. Skilurðu? Og þeir verða sammála þessum 8 sem eru brjálaðir á Twitter, skilurðu? Það svolítið lenskan, Ég held að maður getur örugglega kafa ennþá dýpra, að ef þetta löglegt að þá þyrfti að koma meira fjármagn, og hvaðan kemur þú getur alveg farið niður í rætunar á þessu, Þá þarf vantarlega að fara að styrkja gimmin svona eins og önnur íþróttafélög. Þá þarf HNI að fá einhvern fjárstyrk og ISI að hækka þetta, þá þarf umgjörðin að verða meiri sem eru aukið fjármagn, og það ekkert, held ég, hátt á forgangsröðinni hjá þessum pólitíkusum. Mér finnst bara svo galið að í landi sem að predikar frelsi, persónufrelsi og eitthvað svona, að það sé, þú veist, bannað fólki að keppi í íþróttin sem það Við erum með 2 atvinnumenn. Akkurat. Og hellinga áhugamönnum, bæði í hnefalegum og MMA-num líka, einmitt, Og ég meina, þú mátt ekki svona bara keppa áhugamanna í MMA. Þetta bara, við erum langt eftir á þegar það kemur að þessu. Það eru bara fordómar í samfélaginu. Ég meira þess að heyrði að hann Mario sem er að keppa núna á bikarmótinu, hann var að fara til læknis til að fá læknisskoðun, og hann var að fara að keppa fyrst skipti. Og læknirinn var bara með vesen, það er nú ekkert sniðugt að vera að keppa í þessu og eitthvað. Og þú veist, og hann þarf að nota gleru, og hann var að gera eitthvað svona sjóntest á hann, þú veist, og hann gat ekki eitthvað lesið næstu línuna og eitthvað. Og þessi læknir var bara með eitthvað vesen þú veist, eitthvað eins og hún alltaf bara ekki að gefa hún leyfi til að fara að keppa, þú veist, þetta læknirinn, þú veist. Það eru margir læknar sem bara bjóðu ekki upp á þetta, ef þú biður ég er að fara að keppa í boxi og vil fá læknarskoðun, þeir segja bara, þú færð ekki skoðunina hjá mér, ég mun ekki skrifa undir þetta. Ég held að þetta sé kannski hræddi við afleiðingarnar að gerist eitthvað í bardaganum. Hver skrifaði það? En ég man á sínum tíma, þegar ég fór fyrir Grænland, að þá fóru bara allir til sama læknisins, og það var greinilega einhver gaur sem skildi hvað væri að frétta, hann tók alla og bara, ertu ekki spenntur, og algjör svona ild, og tók einhver basic próf og svo bara, flott, gangið vel. Held ég sem forræðis ekki að einstaklingar séu bara það er ekki góð hugmynd fyrir hann ókunnaða mann að keppi í einhverju íþróttu til bæ, út af því ég held að það sé hættulegt, þannig að ég ætla bara að koma í veg fyrir það, taka það á mínar hendur og vonandi þetta svona deyjandi kynslóð,
vonandi er Læknarnir. Verður ekki allir læknar í Íslandi frá Austur-Evrópu eftir 20 ár, þá er þetta ekki vandamál sko. Það er ekki fordómar þar sko. Þetta er líka örugglega afleiðing þess að þetta var bannað þegar fullt af þessu fólki var að, þetta er bannað frá 1956 til 2002, og þegar allt þetta fólk er úlingar og 100%. Og sko venjulega þegar eitthvað er bannað, þá fylgir eitthvað áróður á eftir, svona ríkisstyrktur áróður sem styður bannið, þú veist. Af hverju erum við að banna þetta? Jú, og kemur svona, þetta er hættulegt og vont og svona, þú veist, þetta er tuggið honni fólk þangað til að það er bara, já, algjörlega, maður, bara jafn hættulegt og hoppa flugvél án fallívar, sko, í boxi, sko. Ég las það í Morgunblaðinu hérna 1962, sko, það er bara staðreynd. Það er áhugavert, sko, hvað er samt mikið svona pressa sett á lækna. Það er alltaf eitthvað svona, farið veikindag ef að læknirinn skrifur upp á það. Og svona, þú farið til læknins, hann þarf að skrifa upp á það. Já, ef að læknirinn gerir þetta, alltaf að læknir eitthvað koma við. Og svo eru þeir bara með sitt lýðheilsu sjónarmið sem make alveg sens, skilur, þau eru læknar. En hérna, tala Alþingi, það er mjög áhugavert, svona, hverjir börðust mest gegn, berst með áfengisbanninu á sínum tíma. En þá voru það læknar. Það voru læknarnir sem sögðu, skilur, já, fólk fer bara eitthvað að djamma. Það er slæmt, skilur. Þannig að, þú veist, Alþingismenn voru bara, já, ok, og hvað segir læknarnir yfir þessu? Já, þeir eru mjög á móti, við getum ekki leyft áfengi, skilur. Þannig að maður er einhvern veginn, maður er svona low-key alltaf að berjast gegn læknum. Það er bara eitthvað að geða skrítið koncept, sko. Helvítislega. Herru, en Benedikt, Gylfi og William, þeir mætast á helgina, en einn lokapunktur var þannig Gylfa. Hann klárar bikarmótið þessa helgi á laugardaginn. Svo flýgur hann út í Svíþjóð og berst á Golden Girl. Af því að Benedikt Gylfi, hinn myndalegi maður, ætlar að verða The Golden Girl. Og svo flýgur hann aftur tilbaka og keppir á seinna bikarmótinu. Sko. Já, svona, ég er ánægð með þetta, ánægð með activity, sko. Hún á að gera þetta, sko. Greinilega búin að setja stefnuna á eitthvað. Þannig að það er bara strax helgin eftir sem hann fer á Golden Girl, kemur svo bara heim, bara 3 helgar í röð, mætir Ísaki. Bara feitt challenge. Og hann berst örugglega 3 sinnum á Golden Girl. Hætt maður, vonandi kemur hann óskaddaður út úr þessu. Eða skilur, vonandi meður hans ekki í hendinni eða eitthvað. Já. Þokkalega, ég held að mæti svo rétt þér, mæti svo Ísaki. Þetta er bara skemmtilegu flokkur hérna, þú veist, Benedikt, William og Ísak saman. Það lakar líka bara alltaf þessu Ísak mútið William. Já, svo mikið á góðum börnum á þessu. Shit, herru, 80 kíló. Það fyrir ekki að líta undan. Rópa afsakið, sko. Herru, það er Dimitró. Já, hvað er með það? Rakov, já. Það ekki? Ætli það ekki. Rakov, á móti Dimario Elia Anderson. 0-0. Já, 0-0. Báðir. Djöðu þetta með þetta, spott. Já, bara kannast ekki um nöfnin. Gott, mjög gott. Frá hvað gymmum? Sko, Mario, hann er frá HFK, frá Vapsi, og hinn æsir Dimitro Rakov frá æsi, Melli. Mjög gott. Já, næs. Þetta er ekki Dimario, er ekki 2 bræður? Jú, þeir eru tvíburar. Já. Og hérna, Dorian mun keppa svo næsta bikarmóti. Hann er í 75 kíló flokknum með Vítali og Steinari Bergsson. Það er Dorian Anderson. Já. Og þetta er strákar sem að ég hef örugglega mest verið að sparra við síðan ég byrjaði að boksa. Og svo ég hef verið bara eitthvað svona dott inn og út og verið í meiðslum og eitthvað og fylgst með þeim bara verða betri og betri og betri. Og núna eru þeir farnir að keppa, þannig að ég er mjög spenntur fyrir þessum. Við vorum svona algjörir núpar saman, sko. Og svo er ég búinn að fylgjast með þeim bara að verða bara miklu betri en ég. Já, smókaði. Shit, ok, geðvægt. Herru, lakka til að sjá það. Já. Og þetta verður svo erfitt kart, maður. Þú veist, Damien Tass Selvis á móti Ágúst Davíðsson í 90 plus. Passa það ekki? Jú, þetta er 90 plus. Big boys. Já. Ég þekki ekki þessa stráka. Nei, ekki neitt. Damien Tass sem er brons í diplómu, en er að keppa sin fyrsta bardaga. Og ég held að Ágúst sem er 2 bardaga. Já, kannastu Ágúst, frá hvað Jimmy? Þór, já. Bara sem við Pétur Stanislav. Já, ég held það alveg. Já, jú. En þetta er svona bara wait and see, sko, hvað er að fara að gera þannig, sko. Ég þekki ekki það mikið, sko. Svo endar dagurinn, þetta er langur dagur, sko, þetta er bara kvöld. Sigurjón Guðnason á móti Magnús
Kolbeinni Eiríkssoni. Þetta verður fætt sko. Já. Þetta eru bara stóri gauðra sem að elska að sveifla og þú veist, það einhver að rótast þarna sko. Já, ég finn lykt af rótast. Þessi Sigurjón átti sko bara einhver 2 stríð gegn Armandas. Já, þau voru rosaleg. Já, það var bara að þú veist, ég bara hissa allir sér með hausinn sinn fastan á ennþá skilju. Og og hann sparaði líka Kolla þegar Kolli var undirbúið sig fyrir Míka. Hvor segir þú? Hann Sigurjón. Sigurjón, já, ok. Já. Þannig að hann hefði nú getið það. Hann búin að fara einhverjum einslu þar. Já, ok. Var lamin í kessu það? Já, ég veit ekki, nei, Kolli lítið. Ég held að Kolli fari ekkert valilegi menn sko. Ég held að ef gaur eru tilbúin að spara við Kolla, það var bara ok. Þú veist, ég held að Kolli lemja alveg þessa stráka sko. Það bara að hafa ákveðið mindset til að vera lamin að Kolla sko. Ég veit að Rúnar þannig að var alltaf að spara við hann og Rúnar náttúrulega bara game í allt sko. Já. Hefur þú sparað við Kolla? Nei, vá, ég bara teki þátt í því, ég myndi ekki taka þátt í því, ég alltaf léttu fyrir hann sko. Já, ég bauð mér sem fram sem sparringfélagi fyrir Kolla sko. Afþakkaði hann. Já, afþakkaði þín vegna. Það var leikja. Ég held að það hafi bara svona, ég skal spara við þig og það er bara svona. Já, bara svona, já. Ámugum pulsu. Já. En ef Kolli sagði að Magnús Kolbjörn, hinn Kolli, hafi komið og sparað með honum. Svo var Kolli stóri bara buffan og litli Kolli var bara djölda gaman. Já, hann vel lítið game sko. Já. Hann ógeðslega game. Já, hann það sko. Já, þannig að það þarf nú alltaf að kynna hann til leik skilur. Hann bara þekktið sem Gameboy. Já, hann hefur lent í alveg rosalegum börnum. Já, fighting spirit í honum sko. Það var þið munum alltaf eftir Iceboxinu þegar hann var slegið niður af gæjanum úr Reykjavík með maður sem Kaloyan. Já. Sló hann niður bara með mesta heimleiki sem maður séð. Hann sveiflaði hann alveg bara og bara fucking Kolli lá bara og maður hugsaði bara fuck, hann er ekki að standa upp. Svo stóð hann upp og maður sá að fæturni voru engan veginn komnir einhvern veginn undir hann en svo hélt hann bara áfram og vann barða. Já, góð tilbaka bara. Já, þú veist, hann er karakter sko. Já, ég dýrka ára á að berjast sko. Er hann too tough for his own good? Nei, ég held að það sé bara, það er bara, it's for his own good að vera svona töff sko. Já, töffari. Herru, svo er þetta allt kvöldið svo sem, Noel og Teitur mæta Viktor Sóega í næstu 2 mótum og Alejandro úr HFA mætir Míhal frá Bóðatýr líka á næstu 2 mótum. Þetta eru allt skemmtilegir, mjög skemmtilegir bardagar sko. Við grunar að þeir hafi eitthvað af þess að hafi átt að vera þennan dag, hann hafi verið fært yfir á seinni móti. Já, sko, það er náttúrulega, þú veist, Noel ætti í raun og raun að berjast við Tate, en þeir gera það vantilega ekki og Davíð vill ekki eitthvað friendly fire eða eitthvað. Ég held að Davíð vill ekki bara... Ég þekki það ekki, sko. Ég held að þessi reynd að komast hjá því, sko. Já, Davíð sagði einhvern tímann við okkur, hann vill ekki HR móti HR, en þú veist... Já, ég held þannig, sko, að þeir fyrir þá eitthvað svona semja sínu milli, sko, að þú getur ekki púlað út úr mótinu, þú getur ekki púlað út úr barðaðanum, en þá færðu, sko, 0 í bókinu þeina. Þú færðu tap, sko. Þeir gerðu reglubreitningu í HNI. Já, það. Ég veit ekki alveg, sko, það er eitthvað svona, ef þú hættir við að keppa á okkur degi, að þá færðu tapibókina, en ég held að barðamenn megi semja sín á milli og þeir þá væntanlega bara semja. Að berjast ekki. Berjast ekki. Eitthvað svoleiðis. Það er ekki hægt að komast hjá þessu bara, já, ég er veikur, skilju. Barðamenn fellur í gegn, missa þyngd, skilju, eitthvað svoleiðis. En maður vildi svona komast hjá því og ekki fá nullið, sko. Hvort þú eitthvað þú ert veikur eða missi þyngd eða eitthvað, hvort þú fáir þá bara eitthvað mínustig á mótinu. Ég veit ekki nákvæmlega sko. Mér finnst þess að það ætti ekkert að vera skilur intraklöpp bardagar. Ég man að þegar Reykjavík MMA var með einhverju gaura þann á bóksmótinu og þeir hafa gert þetta líka nokkru sinnum hann í Hafnarfirði. Skilur þetta er bara svona ég langar að sjá alvöru bardagar sko. Já, þetta verður svolítið sparlegt af. Já, þetta er skilur tæknilegt og flott og eitthvað svona. Vill líka kannski ekki, þú veist, ert að passa að meiða ekki hinn gauri sko. Ég man hérna hver var það ekki Alejandro og hérna Benny einmitt, skilur, þetta var alveg flotti bardagar en maður sá alveg að, skilur, lenda kannski góðu höggi, bakka bóður í burtu, ok, skilur, ertu góður og svolítið svona check, skilur, var þetta fast, ég vil sjá stríð, sko, ég vil sjá bara menn reyna að vinna, sko. En það Benny og Alejandro alltaf gæja bara sem að sparra saman alla daga, fattaru, og þú veist, það var svolítið, ég er svolítið anti það á mótum, sko. Ég er svolítið bara menn komið til að reyna að vinna, sko. Maður vill ekki hafa friendly. Nei. Það vera keppnis.
sammála. Ekki vináttuleikir. Nei, nákvæmlega. Burt með alla vináttu. Já. Skemmtilegt. Þá er það, ef að rifja hans upp hvað er í fréttum, eða eftir með eitthvað fréttir, Biggi? Eitthvað gott að frétta? Herru, það er náttúrulega, Alex Pereira kom með barða. Það er rétt. Já, búm. Það er Anka Live. Það verður í mars. Já, í Það mars. verður í Smackdown í miðju Ramadan, sko. Já. Sem er frekar tíðinda mikið því að Anka Live er náttúrulega múslimi og hann hlýtur bara að vera UFC að bara sett upp bara farið þitt tækifæri, ef þú tekur ekki inn á barða þá ertu aldrei að fara að keppa með hann títil. Allavega ekki, þú veist, á næsta árinu. Ætli hann svindla á Ramadan eða ætli hann bara samt fara eftir reglum Ramadan? Það veist. Ég myndi svindla á Ramadan ef ég var í hann einu sinni. Ég þekki ekki hversu strangtrúaðar hann er, sko. Nei, múslimar er það brjálæslega. Já. En það eru sumir sem einmitt svona taka sér pásu þarna. Já. Ég man að helgin okkur talaði það, sko. Það er svona alltaf eftir, sko, hversu harður ert í þessu. En það var svona meira svona stemning kringum hann svona, ætlar að vera með í Ramadan. Meira heldur en þú veist, þú ætlar ekki að vera með í Ramadan. Skilur, ertu að meina þannig? Já, það er svona spurning. Já. Svona vinir heyri ég svona, ég var að taka þátt í Ramadan þetta árið. En ég held að segja svolítið út af því að Íslendingar eru náttúrulega við erum hobby trúarfólk, en ekki alvöru kristin á Íslandi. Ég held að hann sé að tala Helgi Eidar var að tala fjölskyldunni svona úti. Jú, ég held það, sko. Ok. Hann er ekki frá Marokko? Jú. En þú veist, þeir náttúrulega kannski strangtrúaðari, þú veist, svona ferð. En svona, en það er alveg svona opið fyrir það, skilur. En svo Umar Magomedov var alveg bara, það er Ramadan, ég verður berast fyrir. Og það var ekki séns að hann var að gefa það upp á bátinn, sko. Þannig að spurning hvort að Anka Live sé á svipum minútum, sko. En þú veist, þú ert ekkert hálsökinn þú að sleppa Ramadan, sko. Nei, ég veit samt ekki alveg hvernig reglunar eru með þetta, sko. Hálsökinn þú að sleppa Ramadan. Dóttir mín þekkir mitt frá Marokko og þar er alveg grjótart, sko. Þú veist, alveg bara, það er Ramadan grjótart og það er bara gert og það er ekki spurning að sleppa degi eða eitthvað. Þú ert bara Ramadan er Ramadan, þetta er bara trúarhátíð í mánuð og endar á einhverju svaka hátíð þar sem allir eru rosa glaðir og gaman saman. Þannig að ég held að fari svo kannski eftir bara fjölskyldum eða öðru, sko. Og þjóðernum eitthvað, ég held að til þess að vera til Íran eða eitthvað, þá er ekki fjölskyldur að spyrja allar að taka þátt í Ramadan, sko. Já, það er kannski svona minna samfélagi eða svona nærsamfélagi sem þetta svolítið hvort að gaurar segir, Guð vill að ég myndi gefa mér fyrir þennan bardaga. Einmitt, gefa mér break. En svo búa þessi gæri allir bara í Las Vegas í Sin City og En þú veist, ég man eins og með fótboltamenn, nú er alveg múslimski fótboltamenn, hvað gerir þeir við Ramadan? Mohamed Salah, hann púlar Ramadan, veit ég. Og spila samt? Já. Ég var hann að Özil á snúm tíma, var að spyrja hvað hann gerir Ramadan og hann var bara mjög reiður. Og hann var einhverju viðtalið og bara, ekki spyrja Ramadan, hann var þeyður við. Kannski vill hann ekki svara því, því hann kannski þarf að svindla eitthvað. Mega að drekka vatni við það. Já, gauð, þú verður að drekka vatn. Ég er ekki viss, en ok. Hvað gerir maður Ramadan í 30 daga ef ekki drekka vatn? Nei, þau mega borða og drekka eftir að sólinn fer niður. Á Íslandi er það eftir eitthvað ákveð, klukkan eitthvað ákveð. Út af því að við erum ekki með þetta venjulega sólardæmi, sko. Já, veturna er alltaf Ramadan í mér, sko. Já, þannig að þú veist, þannig að þau mega alveg í hálfan sólarhring, cirka, borða og drekka. Þetta er bara eins og 16-8 föstur, næstum því. Ég veit bara ekki hvort þið með að drekka vatn, sko. Já, reyndar, ég veit það ekki heldur. Já, á þessum tíma. Já. Yfir, þú veist, þá 12 tíma á dag. Já. Það veit ég ekki. En þeir hljóta, þú veist, það er enginn að fara að spila fótboltaleik á þess að drekka vatn. Nei. Bara ekki sens. Mér er alveg hversu þú það er og... En ég veit að það var gerða pásur í einhverjum leikjum, minnir að vera í enskudeildinni, bara yfir Ramadan og gerð pása þegar Ramadan endaði og þá fóru þeir og fengu sér eitthvað svona gel. Skilur allir múslímur, þegar þeir voru ekkert búin að borða neitt yfir daginn, sko. Bara í miðjum leik? Já, það var bara pása. Ramadan! Já, nei, alveg, nei. Já, ok. Ég er að reyna að muna eftir einhverju dæmi, sko, það er svo mikið að múslimskum fæturum, sko. Ég er að reyna að muna eftir einhverjum dæmum þar sem gaurar hafa, sko,
annarkvort barist á Ramadan eða sagt bara, nei, ég má þetta fyrir þetta tækifæri, skilur eitthvað svona, þetta Ég hef ekki Ég held að sjálf sögurum bæði, Já, sko. ég held þetta, Það er alltaf til, en maður heyrir svo, maður myndi kannski ekki að heyra því, nei, þú veist, maður myndi kannski ekki að heyra því, þeir myndi kannski ekki vera opinberað eitthvað, ég er múslimi en ég ætla að sleppa Ramadan hérna út af því að náttúrulega bardaðamenn þurfa náttúrulega að sleppa því bara í allan tíma, en þú veist, ef þú keppir í miðju Ramadan, þá ertu að sleppa alveg helmingnum Ramadan út af því að treiningkampið þetta er þá á þeim tíma, skilurðu? Já. Hvernig haldið þetta að fari? Á angalæðum einhvern sens? Ef hann er að wrestlefuck hann, já, það er einu sénsinn. En hann ekki, ég hef aldrei síðan gera það við neitt mann. Nei, það er einu leiðin, annars Alex Pereira eftir að berja inn í köku. Já, ég held að Pereira er bara óstöðvandi þessa dagana. Já, í kippásinu, sko. Já. Já, bara í bardöfunum. Já, en hann er að kemja móti gauri sem hafa ekki náð hann niður. En þú veist, ég á ennþá eftir að sjá hann á móti gauri sem nær honum í gólfið þokkalega, sko. Já. Á ég segi ykkur hver verður sá maður? Það verður Íslam, hann verður fjórfaldur meistari. Þá er hann búinn að fara upp í welterweight, fara í middleweight og fessa upp í light heavyweight. Ef einhver getur það er Íslam. Það er aldrei að fara að gerast. Viltu veðja það? Já, Biggi er búinn að vera að veðja þetta síðustu þætti, sko. Bakki fór það alveg endalaust. Biggi er alltaf að reyna að fá, sko, Biggi er náttúrulega ógeðslega söss, gaur. Því að hann er rosa upptekinn af því að reyna að fá mig til að setja í mig buttplug. Þú ert alltaf að bjóða til þess, þú ert alltaf með nýtt veðmál, strákar. Og þú alltaf bara ekki, og ég upp á hvað við veðja, þú setur buttplug, og ég er bara ekki, nei, gerum þetta. Já, alveg, þú er sko buttplug kóngurinn í þessu podcasti. Já, þú ert með þetta á heilanum. Já. Ég? Já. Þú ert alltaf að reyna að finna nýja leiðir fyrir okkur til að stinga buttplug í þig. Herðu, kærastæðin hringdi í mig eftir síðasta þátt til að ræða buttplug. Ég gat ekki útskýrt þetta fyrir henni. Hvernig á ég útskýrt þetta fyrir henni? Ef ég gert veðmál og ef ég tapa þarf ég að gera þetta. Hvernig útskýra fyrir konunum minn? Þú verður bara að útskýra fyrir henni að þú hefur ákveðna langanir. Sko, veðmálið er það. Þeir eru reyndar ekki búin að taka því. Þeir eru ekki búin að taka því. Við erum alltaf með veðmál með Anthony Hernandez. Já, það er reyndar unnið. Ef gaur sem er mid-level í UFC verður ekki meistar næstu 2 árum, þá þarf ég að gera það. Það er engin tímarann, ég hlusta á þáttinn. Nei, ég skal bara, það er í mínútu 45, ég setti inn á spjallið. Hlusti bara á þetta aftur. Ég segi á næstu 2 árum. Ég segi að nonni sker úr svona vafaatriði. En þetta er ekki, þetta er mínúta 4, ég setti reglur veðmálið þegar við gerðum það og ef þið ætla að fara að breyta þið núna þá verður veðmálið off. Ég elskar svo mikið þegar Hamzat er að fara í title fight og Hamzat meiðist en Fluffy Hernandez kemist að þetta Ef ég vinn þá fæ ég að kýla hann í maður. Bara einu sinni? Já, það er nóg. Já, ok. Þess líkunar á að Fluffy Hernandez verður champ er ekkert allt og mikla, sko. En það er samt þess virði að gamla þessu guttshopi. Það er engar líkur á það næstu 2 árum. Ég get alveg sagt þér að þau eru innan við 10%. Sko, ég er að manifesta þetta. Ég er að manifesta þetta. Hamzat mun þurfa að púla út af einhverjum veikindum, hann fær COVID eða eitthvað, hann fær fuglaflensuna 9 og Anthony Hernandez tekur bara on short notice á móti Sjón Strickland eða eitthvað. Þetta væri samt rosalegt ef að Fluffy meiðist á næstu 2 mánuðum, hásinn eða eitthvað, þannig að átt í 12 til 18 mánuði, þá er þetta bara unnið, þá fæ ég kílan í maðan bara strax. Það var geðveikt. Já, en það var hrikalega gaman þegar kærastæðin hringdi í mig og bara getur þú sagt þessu veðmáli og þessu buttpluggi? Fyrst við erum að tala þetta, ætlið að taka þessu veðmáli það? Ég fæ að keppa ykkur báða í 83 kílóum. 83 kíló? Að sjálfsögðu. Það er bara 77. Hvað það er að bulka Það er bara 77. Þú ert ekki 78 kíló? Jú. Ég er nákvæmlega 77. Og þú ert 86, þú varst að tala það hérna daginn. Ég fór í ræktina helgina, mann ekki, fyrir nokkrum dögum, það var helgina, það var sunnudaginn. Og þá var ég bara 79 kíló. Ég var bara djöðlir flott. Og velunaði mig með alls konar. Ég get ekki bölkað 5 kíló. Ok, 80 kíló. Við kemum í 80 kíló. Ég ákveð dagsetningarnar, en þú veist, það verður alveg, þú veist, þið fáið tíma til að æfa. Ef annar ykkar vinnur mig, þá fáið þið það sem ykkur dreymir Sérðu hvað hann er að reyna? Hann er bara að reyna að finna fleiri leiðir. Ef ég vinn ykkur báða Ef ég vinn ykkur báða þá fæ ég ánægðin af því að þú veist, lemja ykkur því ég þarf ekki meir, þú veist, ætla að taka bara það að byrja að heiða bara tap
ætla að taka þessu eða ekki, you little bitches. Ég myndi aldrei taka af þér tækifæri til að setja böpplögg í rassinn. Þannig að Nonni samþykkir? Ég samþykki. Það var það bara þú, Biggi mig? Það þá á dagsetningu sem þú velur. Að sjálfsögðu. Ég svo eini sem að leggja undir hérna. Nei, það allir að leggja undir. Það allir að leggja eitthvað undir hérna. Ég alveg til að stefna þessu en ekki ef það bara, ok, eftir 2 vikur. Þá getur það bara eftir 2 vikur. Það Nonni kemur heim, leiðum hann kemur heim, þá ég og þú. 4-5 vikum eftir það, mögulega 6, ég og Nonni. Ég ekki til í það plan, nei. Bitch, you little bitch. Ekki, böpplöggaðan. Já. Herðu, ok, þá er þetta bara off. Kannski næsta þætti. Nei, við getum alltaf bara farist, sko. Já, ég meina við getum gert það. Ég þarf að fá 2 parta fyrir böpplöggið. Út af því að mér langar að lemja ykkur bála. Hann vill 2 böpplögg. Það var reyndar ekki veðmálin. En ég alveg til í að berast þig, sko. Já, fyrir böpplögg. Þú ert hættuleg bardagi. Sko. Þetta er bara... Í mínum huga, sorry. En þú veist, þú ert bardaginn sem ég gæti mögulega að tapa, sko. Þannig að það stressa með þess að taka tannbardaga bara og fá ekki the easy fight, sko. Við erum með eitthvað að draga lappirnar. Þetta er bara... Nei, ok, ég til. Handshake. Geggjað. Deal sealed. Herru, það eru þá 5 vikum eftir þú kemur heim. 5 vikum eftir ég kem heim? Jöp. Djúðis við sem maður. Það komið fight date. Geggjað. Já. Ég fæ ekki easy fightið minn, maður. God damn it. Ég skal alveg gefa þér easy fight. Nei, there's only one easy fight at this table. Bara rjóma ísinn í fætunni. Já. Herðu, ok, good shit. Ég var að tala mjög síðan. Já. En sko, þú ert þá að díla við kjærastonina þegar hún hringdi í mig og sagði mér að ég myndi ekki fá að setja böpplöggir á svona þér. Nei, hún vildi gera það. Hún vildi gera það og ég átti bara að vera á kamerunni. Já. Og ég öskraði. En góða við konuna mín er að hún hlustar ekki á þáttinn okkar. Já. Þannig að hún veit ekkert hvað við erum að ákveða hérna. Já, ég ætla samt að tala við henni, hún verður að dundra. Dundra, hún á bara svona... Þetta er dundra, bara passa hann fara allir inn. Já, nei, bara stilla dundra. Sæll. Já, ok. Þá eftir að vera svo skrítin stemming þegar við gerum þetta. Ég held að það er ekki skipt lið. Af því að þú veist akkurat á aldrinum þar sem að kallmenn svona fatta að þeir séu, þú veist, hommar eða bæ. Já. Gæti alveg verið, sko. Já. Ég veit ekki. Kannski verður þetta bara moment. Ég veit ekki hvað framtíðin byrja skautið sér. Kannski myndi bara sjá ljósið. Hann bæði böpplöggir á svona bara. Ég veit sem eina manneskjur sem bara ekki að taka neitt þátt í neina þessu og það er Biggi fyrir að vera ómikið bitch til að taka þessu, sko. Á ég ekki að vera á kamerunni, eða? Við getum fundið eitthvað á kameruna. Já. Ég ætla að gera svona... Ég er alveg góður að fá frí frá þessu, sko. Nei. Þú ert eftir að elska þetta, sko. Já, en þú veist, eitthvað svona að taka þátt í þessu. Þú veist, að vera inn í herberginu og eftir að vera mjög skrítin stemming, sko. Þegar bara komið að þessu. Nei. Þetta er bara svo að spila körfubolta við vin sinn með. Þú meiðir sig aðeins blessa verði, sko. Þetta er gott svona self-pep talk, sko. Þetta er það. Þetta verður ekkert mál. Ég minna því, sko. Hafið ekki spilað körfubolta við vin ykkar? Jú. Hefur þú fengið fyllingu í tannlækni? Já, þetta verður líka. Svo svipað. Já. Þetta er svona eins og krossa af þessu tvennu. Skilur við, eins og spila körfubolta og fá fyllingu á tannlækni en tannlæknin er vinnaðinn líka. Já. Sem vann þig í körfubolta, skilur við. Gegja, ég ætla bara að fara í mánaða kamp núna til Þælands. Ég veit það, þannig að þetta verður actually skemmtilegt, sko. Já, ég veit. Herru, Gegja, Daniel Cormier og Chael Sonnen verða þjálfari næsta tuff. Já, það fylgdi ekki alveg sögunni áðan með Ankalaev og Pereira að co-main á þeim viðburði verður Gaethje á móti Hooker 5 round co-main events. Það er einhver að fara heim in a body bag eftir þann bardaga, sko. Ég held að verði Hooker. Það er eitthvað svona BMF-tætul svona sko. En bara einhvern veginn, sko, minnst báðir einhvern veginn geta tekið endalust damage, einhvern veginn báðir endalust einhvern veginn geta dissjað út damage. Já, nákvæmlega. Þetta verður fucking fight. Þetta verður geggjað. Þetta kvöld verður geggjað. Ég held að Gaethje takir þetta samt. Já, hann er bara með þessum miklu bara, ég held að roti Hooker, sko. Já, Hooker ber ekki damage á sér eins vel, held ég, og Gaethje, sko. Það er svolítið bara lights off að Gaethje, sko. Já. Hooker getur svolítið verið lengi þannig bara með hendur niður að vera kildur, sko. Já, ég meina, sást bara múti Holloway. Já. Damage framan í Gaethje, þú veist, hann neðbrotnaði í hvað, í fyrstu lútu? Já. Og var lamin í kuku eftir það, en það, þú veist, þólið náttúrulega var ekki til staðar eftir að hann nefnbrotnaði, eins og rátt.
Það kom mér óvart reynda hvað mikið Damage Gates í höndlaði í þeim barða. Þegar hann andliti á honum leit ekki drosalega vel út þegar hann var lappinn í 50 lótuna. Var þetta ekki bara líka í lok fyrstu lótu sem hann étur þetta? Já. Breytir á svona... Ouchie. Spinning kick á það. Fucking ávið maður. Herru, næsta frétt. Daniel Cormier og Chael Sonnen verða næstu þjálfarar Tuff. Nú? Já. What a surprise. Þá engin barða í lót. Ég skil þetta ekki alveg, þetta koncept af pínu feil. Þeir ekki að fara að berjast. Nei, ég að segja, þá ekki barða í... Nei, það heldur ekki þjálfarar. Það voru orðrúmar að Shavkat og Belal ættu að gera það. Þannig ég held að það hafi bara einhvern veginn dottið fyrir og þeir hafi reddað þessu svona. Þú veist, þetta gott fyrir þá, þú veist, þeir eru að byggja podcastið sitt og eitthvað svona. Já, þannig að þetta gott fyrir þá, þú veist, maður skilur að þeir séu spenntir fyrir þessu. Ég held að Shavkat og Belal hefði ekki orðið að Tuff, sko. Verður með eitthvað translator fyrir Shavkat, sko. Það var ekki gott sjónvarpsefni. Ég geti hort álega í 20 sér á því að Shavkat væri, Shavkat, það er ekki hægt. Svo ég slóði hann saman. Já, nei, það myndi ekki ganga. Ég ruglaðist það sem... Hann ofliðlegur enn, sko. Já, það er líka hægt. Já, hann talar erfitt. Ég hugsa að verði alls konar stemning í kringum Chael Sonnen og Daniel Cormier. Já. Ég vonaði að verði svona fight milli þeirra. I can't let you get close. Já, það ekki eitthvað þannig, sko. Já, það myndi ekki. Ég fílaði þetta þegar þetta var meira svona bara, gaurinn að fara að berjast þannig að það er alltaf streita. Það gamla góða með bara Rampage Jackson, í den, bara brjóta hurðir og allir brjálaðir, alltaf hlið og... Já, algjörlega. Það var líka ákveðin menning sem var til þegar þjálfararnir áttu líka að berjast. Það var svona alvöru svona hatur, sko. Hver var á móti Rampage Jackson? Hver var það aftur? Var það ekki gata verið... Var það Rashad Evans? Já. Var það hann? Það sé ekki rétt hjá þér. Já. Fucking MMA heili sem þú ert. Já, þetta var þegar ég var... Já, ég minni það, sko. En ég man eins og ég var bara sár þegar þetta var Conor og Uriah Faber, Þetta var svona, það var eitthvað bíf, en þeir voru ekki að fara að berjast, Engin sketsulaði fætt þeirra á milli, en það var mjög góð sería. Mjög góð content, en kannski var það bara Conor, en ég fíla hitan sem myndast á milli, Já, ég sammála. Það verður til mjög sérstök svona mood þegar að menn að fara. En ekki það, ég held að þeir eru eitthvað svona alvöru atvinnumenn. Þá verður svona hatur. Það er ekki vinalegt. Reynda að tala um Shavkat og Belal þegar þetta var þegar þetta var með Chael Sonnen og hvað hann heitir Wanderlei Silva. Wanderlei Silva, þá er náttúrulega, hann var ekkert svo best í ensku, Nei, mitt, Það var alltaf söppað öll enskan hans og subtitles en hann kunni samt eitthvað aðeins hvað sagt eitthvað I kill you nákvæmlega fleira frétta Mjölnismenn eru þau að undirbúa barða í febrúar, það ekki? Heyrðu, jú. Í Skotlandi? Er það ekki bara 8. febrúar? Jú, mannstu hverju var bergast? Það eru 4 ekki að fara? Sko, þetta er Viktor Steinar og Anton Smári og voru einhver fleiri. Já, það var einnig með það, var Logi Gessin. Var það Logi, eða? Ég man það ekki nákvæmlega. Ég skal, talið eitthvað, ég ætla að fletta upp skilabóðum frá Viktori. Jamie, pull that up. Já, pull that up. Við þurfum svo mikið Jamie, sko. Já. Það er svo nöðsynlegt. Já. Annaði fréttum, þá var hann Hákon Árnason úr Reykjavík Emma. Hann var að skrifa undir hjá Casey Steel. Hann var að fá barða í mars. Já, 2009. mars. 2009. mars. Hann verður á kartinu. Þannig að Veitum við eitthvað á fleiri barða á því karti? Íslandíka? Nei, ég veit að Johnny ætlar að vera tilbúinn. Hann ætlar að fara til Thailand í mánuð og ætlar að æfa þar. Með þér? Með þér, eða ég er eiginlega meira með honum, sko. Já, ég er að segja. Þið eru að fara saman. Bestu vinirnir. Já, Nonni og Johnny. Já, Nonni og Johnny. Bara saman, sko. Hann peppaði mig að koma með og sagði, maður bara gist einn og sofa með mér. Og ég bara, slæði ekki höndin því. Já, með hvað, við erum aldrei svona nánir, stökkandi. Já, ég veit. Ég held að sé bara, sko, í alvegni, ég hef ekki sett hipa á neinum kallmanni, jafn oft og Jonna. Já. Bara, þú veist, á svona random stundum, þar sem ég bara... Á random stundum? Já, þar sem ég bara svona lappin í næsta... Ekki bara ég úr sturtu þá? Nei, nefnilega ekki í baði, skilur, ekki í baði, ekki eitthvað svona sameiginlegt eitthvað sem við erum sturtu, ég er bara svona lappin í eldur og ó, Jonna er þetta tippinu, já, ég kem bara að finna. Og þið ætlið að fara að búa saman í Tælandi? Já. Í hvað gym verði? Verði í Bangtao, í Phuket. Hefur farið á þeirra? Nei. Var ég lamin í klassu eða? Nei, bara geggjað, skilur. Geggjuð upplifun. Já, ég held að það var geggjuð upplifun, sko. Ég er undirbúin fyrir, sko, stífar æfingar
Stífar æfingar. Og hérna kókosnötur og mango og eitthvað. Já, þetta verður gott sko. Tekur smá tíma að aðlagast hitanum sko. Já, ég held það nefnilega sko. Já, þetta það sko. Svitna mikið. Já, ég hugsa það nefnilega. Hvað kostar gimmið, skilur? Það kostar sko 60.000 yfir mánuðin held ég. 60.000 íslenskar? Nei. Jú. Það dirt cheap með þér. Í Dalandi? Nei, ég er fyrir okkur. Já, fyrir okkur sko, það geggjað. Eins og Charles Oliveira með seminar þarna í mánuðinum og eitthvað. Nei. Jú, hann er með það núna í janúar, ég rétt með þess á honum. Rikki Hatton var líka með hérna seminar. Og ég er bara mjög spenntur að sjá hvað gerist þannig í februar. Charles Oliveira að fara að kenna þér jits? Nei, ég er rétt með þess á honum sko. Hann er núna helgina sko, Charles Oliveira. Það er geðveikt. Já, það verður hjút. Já, en þú veist það kemur eitthvað annar, John Jones eða Izzy eða eitthvað. Hefur ekki John Jones verið með í? Jú, hann er síðast að Johnny fór. Já, John Jones á stannum bara með seminar. Geggjað. Geggjað sko. Gott að vera með bardaga líka, þú veist, vita að maður er að æmi fyrir eitthvað. Nákvæmlega. Það er einhver Ég meina, þú ert bara að fara í hérna alvöru training camp, sko. Já. Virkilega mjög gott stöð. En ég ætla alltaf að gera til að fara sko svona dílóta og fara í frí og eitthvað. Það er búin að skemma það. Nei, ég meina þú far 5 vikur eftir þú kemur heim og getur gert það sem sýnist næstu 5 vikur, sko. Já. Ég halda með bara svona atvinnuleysum og eitthvað og verið í kampi. Já. Það geta allavega. Bara eins og þú vilt. Getið þessi. Já. Það er geggjað. Herru, hérna, ertu með þetta, Viki? Herru, já, þetta er Goliath Fight Series eða eitthvað. Já. Og þetta er sko Viktor Gunnars, Anton Smári, Logi Geirsson, Steinar Bergsson og Diego Valencia. Nei, fyrirgeðu, sonur Diego Valencia, Emil Valencia. Já. Ok, það er samt. Já, þetta er skemmtilegt sko. Já, þetta er eitthvað vinnars Gunnars sem er að stopna þetta promotion. Já, er það? Já. Ok, sko, Viktor Gunnars er að fara móti 3-0 gæja sem er bara solid fighter og heitir Owen Usman og ég held að þetta sé tilbarðið á þeim sko. Viktor var það svo mikið skilið sko. Já, næs. Hann var svo geðveikt mikið skilið. Við þurfum að Þetta verður veisla, við þurfum að senda Heiðar, er það ekki? Jú, ég kem. Já, áðurna já. Það er í kamp eða eitthvað svona. Nei, þú er góður í ykkur svona ferð. Sko, ég held ég taki sama kamp og ég gerði síðasta sumar sem var mikið, ég kvildi vel. Er það íspað fyrir hendurna svona eyðilega víningar? Nei, já, ég var náttúrulega, ég með svona lélega hendur, sko vöðvarnir í hendunum að mér verður rosa þreyttir og þau bara ónýttir og ég ákvaði að byggja plata mig í að fara í sjómannskeppni við það bil alla inn á mínigarðinum og einum í og hendurnar á mig voru ónýttar eftir það í marga vikur. Ég gat ekki eftir marga vikur, það var sko 3 vikur þangað til við áttum að keppa og þá var ég að mæta á fyrstu æfingarnar mínar. Það er bara fastur hér. Já, ég var bara með baðið mitt fullt af ísköldu vatni og það var dýfandi höndunum morgun öll kvöld. Ég var hér ekki að íkja neitt, sko. Svo púlaði Biggi út þegar einhver maður. Frábært, já. Pull-out kongurinn með var ánægð með það. Ég elska þegar ég sé svona pull-out sofa í IKEA. Já, ég hugsa alltaf til Bigga. Ég gerir alltaf. Ég bara, djöfull myndi Biggi pulla þennan út maður. Ég var einmitt að horfa á uppistað með Tom Segura í gerð og hann tala tímasetningar á pull-out og ég var bara eitthvað, tell me about it. Ég get ekki þetta betur en allir, sko. Greið Biggi maður. Greið Biggi að fara að lifa með þessu rósti endalaust. Já. Herru, ef ekki skilja við og tala um UFC. Já, fara hans yfir UFC. Jú. Garfur, UFC kongur. Hvað fannst þér bardaga helgarinnar? Mér fannst þið góðir sko. UFC kongur sko. Nei, alls ekki. Mér fannst þið mjög góðir. Kassa nú út punktinn á borðið. Já, þetta er sko ég verið í mótróa gagvart Íslam svo lengi. Það er eitthvað við allt þetta kamp, skilur. Allir þessa Gamedovs, skilur, að það er alltaf svona, skilur, þessi wrestling-based gæjar, ég hef alltaf smá fordóma á móti. Og náttúrulega boxskur, sko. Já, skilur, ég hef verið allt í gegnum tíðina, sko. En ég kann að meta gott wrestling, sko, en leið og Ísland byrja að finish alla. Skilur, byrja að leita, leið og söbbin byrja að koma og high kick og volk, skilur, og þá, hann er orðin miklu meira krisp á fótunum, sko. Já, það er alveg rétt. Og ég var mjög spenntur fyrir einmitt honum á móti Tsarukyan, sko. En ég hafði ekki alveg trú á Moicano sko. Eins mikil fan og ég er að þá grunaði mig að þetta myndi svolítið fara þessa leið sko. Já, ég er sammála. Óbúslega skemmtilegu karakter og bardagamaður, geggjaður bardagamaður. En þannig ertu komið upp í another level. Ekki það að það var hérna augnablik þar sem ég hugsaði kannski á hann séns.
þarna þegar Hann það rokkaði hann slippaði hann slippaði, þetta var komið fyrir slip þetta var slip þannig að hann rokkaði hann ekki neitt en Við gefum með pening á þessu sko Ég seti 100 eurur á Mogano en sko, þegar það gerðist vissi ég ekki hann að slippa þannig að ég sá það ekki sko ég heyriði bara kommentatorinn að segja það og svo sá ég einhver endursýningu eða eitthvað og þannig að ég hugsaði kannski í augnablik og svo þú veist svo fór þetta í gólfið og ég bara ok, þetta verður erfitt og síðan fór hann bara að undirbúa þetta uppgjátak snemma bara nákvæmlega sem hann gerði hann með svo gott dars sko hann líka með svo orthodox dars hann að grípa það svo fljótt þannig hann þarf ekki að fara alla leið að bæsæfnu sko, hann grípur það bara úrleiðinum sko. Svo krankaði svo rosalega þeir eru með bara leið bæði þessi dagist hennar og svo náttúrulega kamsat bara brýtu tennur úr fólki ef hann setur hendina yfir andlitið á þeim þetta crossface hjá þeim alveg gott finish og bara hvað annað sko. Moicano hann glímingur svona þú veist að upplægi hann glímingur og þú veist hvað hann fljótur að tapa leið og hann búinn að læsa darsinum hann reynir ekki eins og að komast eitthvað út maður getur ímyndað þessir þrýstingin sem þessar menn að búa til það segja allir að bara skvísið hjá Íslam sé bara eitthvað annað heldur en að menna vanist frá mönnum í þessari stærð sko. hann líka eiginlega svona leggst einhvern veginn alveg ofan á hann einhvern veginn í darsinu sko. Það ekki bara það að hann sé að draga það inn og setja kassan út og kannski krækja lappirnar inn á þrista pínu hann bara búinn að kuðla sér ofan á því þetta rosa þétt og ógeðslega snöggt ógeðslega snöggt þannig að hann bara ná Moicano og Dustin Poirier og báðir fljótir að báðir bara byrjar að tappa leið hann komin í þú veist réttastuð með uppgjáttæki sko. fucking brutal dæmi sko. Það uppáhaldsöppið hann sko tala bara það og líka einmitt því hann með þetta miklu fljótar að lokka það inn því hann grípur bara utan múliðin sko. Hann fer ekki alla leið og þarf ekki að eitthvað meina að herra það hann bara grípur múliðin og hallar sér á hann og bara tapp þeir eru allir með sick squeeze og Habib á móti Conor og crossface hann bara strax og vill ekki sleppa sko. Það var talaði það saman með Habib að það var bara ómennst squeeze þetta fárlegt sko svo okkar vídeo á Íslam þetta líka bara allt nöytsterkir gauðra var hann ekki að deadlifta 220 eða eitthvað bara double overhand grip bara deadlifta ég myndaði líka bara krumlu þegar þessi gaur að taka overhand grip í plus 200 kílóum það bara ekkert grín sko flestir eru komið með strappa á 160 þannig að þetta eru kjötaði menn það eitthvað í vatninu þarna þetta eru kjötaði menn það rétt ég svona að fara að fá tilfengu hjá þér, Heiðar þú sért bara aldrei jafn hamingjusamur og þegar þú ert svona að labba svona fram í kjötborðinu í Hagkaup og bara, þetta er gott kjöt þetta er gott og sérðu einhver kallmenn sem er vel kjötaður ég meina kann að meta gott kjöt ég kann að meta gott kjöt ég ger ekki upp á milli kynja í góðu kjöti ég kann að meta jafn mikið á konum og köllum myndu segja að Kayla Harrison væri myndarlegasta koni í heimi nei, en þú veist, ég fæ rífandi fightboner á því að sjá hana því að hún gæti murkað lífið úr svona 90% kallmennum sko. Þér? Já, mögulega mér Já, líklega Örugglega, já Því að svo spökkur það var með sama blæti og ég Nei, hún myndi líklega murka mig sko. ég held það geggjað hún líka pottet að detta og svona meira en ég sko. hún er rosaleg sko. það geði eitthvað oft svona smá útúr hvað heita þær eftir Impractical Jokers eða eitthvað það sem að það er einn gæði sem setur á svona hárkollu og Kayla Harrison er í eitthvað brúðkaup eða eitthvað varstu þú ekki að senda mér þetta eða eitthvað og hann er með svona earpiece og eitthvað svona fokast í henni sko og hann ætlar að taka hana niður og þetta er bara eitthvað grínisti og hún er bara gaur, hvað ertu að gera og er bara, þú veist, hendur hann af sér og hann reynir aftur og hann bara dundrar honum á eitthvað borð, brýtur eitthvað borð með honum svo reynir hann aftur við eitthvað sundlaug og hún bara hendur lögin af eitthvað og er bara, shit hún er grótörð sko herru, barðiðan undan var Merab á móti Umar Nurmagomedov það er nú ég var ekkert alltaf ánægður með niðurstöðunni í þessum bardaði sko Já, mér fannst Umar taka fyrstu tvær mér fannst það ég sá ekki hvað Merab þú veist, mér fannst Merab eyða meiri tíma í showboating heldur en að berjast í 50 og Umar byrjaði 50 betur
Ég sé ekki alveg hvar meira upp á að hafa, ég segi alveg, hann getur alveg unnið hana, en ég sé ekki að sé einhverjur miles á milli, sko. Mér finnst það ekki. Mér varst, ok, það var oft sagt að þú verður að vinna champion til að vinna champion. Já. Mér varst Úmar, bara eftir þriðulótu, bara 3., 4., 5. aldrei bera svona guð með því að hann var að vinna þessu lótur. Nei, en maður tók líka eftir því að hann hætti að slá með vinstri hendinni eftir aðra lótu. Í 3. og 4. lótu sló hann ekki 1 högg með vinstri. Í 5. lótu var aðeins fann að nota hann aftur en þú veist, það var half measure, það var bara... Sáuðu þið vídeóið það? Af hendina? Já, hún er bara í fokki, sko. Já. Alveg klikka, sko. Já, ég man ekki eftir að sé svona slæmt handabrót, sko, í MMA. Það var bara eins og Michael Perry eftir bare knuckle bardaga, sko. Það var eins og bara handabaki var í broti, sko. Þetta var erfitt, sko, líka bara að því að Hóðin hans Meirab sagði bara í miðjum bardaga bara, herðu, gerðu ekkert nema resla, hann vill ekki resla við þig. Og Hóðin hans Úmar var bara Khabib og bara, herðu, stræka hann. Gerðu bara ekkert nema stræka, bara, herðu, bara poppaði stræks og hann er bara mölvaður í vinstri hendinni. Já, meira þess að sagði hann að boxa bara. Í 4. og 5. lútu og sagði hann no kicks, just boxing og ég, þú veist, ég horfði á þetta daginn eftir þannig ég vissi af hendina á honum og ég var bara, það er svolítið hart bara boxa en ég er einhentur, fuck it. Já, fucking ei, sko. Ég myndi velta fyrir mig gott og Khabib hafði bara ekki fatt að hann væri brotinn, sko. Ég held að Úmar hafi ekki sagt það, sko. Já, ég held ekki, sko. Ég held þessi gauðra kvart ekki nema að vanti á þeim hendur og fætur. Khabib er búin að banna þeim að kvarta. Alveg pottet, sko. Hún kvartar ekki hér. Pottet, sko. Hann er líka verið svo brjálaði bara, þú bara gas út í Championship fight, bara núna verður þú látið vinna, sko. Já. Ég held ekki joke, sko. En ég veit ekki, mér fannst ekkert, þú veist, ég hata ekkert að Meirab hafi unnið þetta, ég hefði viljað fá split en ég hataði ekkert, þú veist, ég sé alveg að það er að fara þá leið, en mér fannst ekki svo mikill munur í 5. lótinu að það sé bara, alltaf Meirab, bara aldrei, Úmar átti ekki séns, þú veist, aldrei. Mér finnst voðalega erfitt að ætla að gefa honum þessa lótu, en ég hefði verið til að sjá Meirab bara, þú veist, í staðinn fyrir að fara eitthvað svona sjóbóta, að þá bara dominita, fattar við, þú veist, gera eitthvað við þetta, í staðinn fyrir bara eitthvað, þú veist, að sína honum hann getur ekki tekið hann niður, eða eitthvað svona fley honum af sér og eitthvað svona, þú veist, peppa krátið og eitthvað, þú veist, ef þú getur verið að gera svona hluti, færðu að gera eitthvað í fucking bardaganum, þú veist. Gefið þið honum einhver stig fyrir það að kasta Úmar í gólfið og ekki fylgja á eftir og gera neitt með felluna, þú veist, er hann að fá eitthvað plús fyrir það? Eða er hann að fá plús fyrir að standa með rassinn eitthvað útið mitt, þú veist, þetta var 5. lótan hans, hann gerði ekkert annað í 5. lótinu þetta, eiginlega. Ég var líka með hvort hann hefði fengið skráð takedown fyrir það mitt, en hann bara svona hendunum af sér en fór ekkert on on. Ég held hann hefði fengið skráð takedown fyrir það, sko. Þá hann hefði raunverið ekki secure að takedownu sitt, sko. Ég held að sé eitt af þessum takedowns sem hann alltaf vann, það hann metið, þú veist, flest takedowns bara in UFC history, fóru yfir GSP. Þannig ég held að eitt af þeim, þú veist, mér svo skrítið að, og þeir voru að sína, þú veist, 1, 2, 3, 4, 5, 6 takedowns eða eitthvað, og síndu líka bara, þú veist, þegar hann kastaði hann af sér. Þannig ég var svona, eru þeir að telja það sem takedown? Þegar ég held þú þyrftir að, þú veist, secura takedownið og þú veist, aðeins settla í stöðunni, ekki bara hrinda einhverju gaur niður og lega hann að standa upp. Já, ég hugsa sko, ég held að hafi samt alveg svona áhrif á dómarna, því að þú veist, þegar Meirab fann að sjóbóta og Úmar er svo þreyttur í 3. lótu að hann er bara latuð að standa upp, að þá, þú veist, það lítur ekki vel út. Það lítur ekki vel út, og svona á andlegu leveli, svolítið búin að vinna bardagan fyrir öllum, skilur við. Já, en mér finnst að dómararnir eigi ekki að vera að horfa á þessa hluti, sko. Þetta eru atvinnumenn. Þeir eiga að vera að horfa á hver er að vinna bardagan, ekki hver lúkka betur þegar þeir eru í distans. Hvor er beinn í baki og þú veist með rassinn í réttu, þú veist, réttri stellingu frá öxlunum eitthvað. Who cares? Hver er með fleiri significant strikes? Hver er með meiri ground control tíma? Meiri sætti significant strikes bara trompa allt annað, sko, í mínum huga. Varstu búin að fara yfir stöðsunni, eða? Úmar með fleiri significant strikes í 5. lótu. Hann er með færri högg en fleiri significant strikes. En control time. Og Meirab með 2 takedown og held hann ekki mikið control time. Ef við tala sko, það er 4 significant strike yfir Meirab, aðeins meira output en er tekið niður 2 þessar. Já, og eitt af því var þegar hann kastaði hann, sko. Og gerði ekkert meira. Þannig að þú veist, það er enga mílur á milli þeirra, það er ekki fáránlegt að segja Úmar hafi unnið þessa lótu, þótt að þið séu ósammála.
þannig að þú veist, það ekkert fáránlegt að segja að Ómar hafi mögulega unnið hennar barna. Það sammála, ég get alveg sé splitt sko, ég svolítið á því að þetta þarf svolítið að vera decisive sko, þó svo að þetta sé skilur með rapa sjóbóta og því að þetta hérna sterkur wrestler og hann bara skilur wrestle-humpan bara allan fætinn nánast eftir fyrst og aðra lótu sko. Þetta svolítið svona, ég held að þetta hafi verið bara einmitt, óþarfa sjóbóting, þannig að ég frekar verið til í að sjá hann fara bara á gjöfina og bara sína bara svona enda ég 50 lótuna og þú ert alveg við það. Akkurat. Þá hefði ég verið bara já. En auðvitað á að vinna meistarann, skilur. Ég alveg sammála því að þú vinna meistarann. En það, þú veist, mér finnst samt ekki sanngjarnt að tala um þetta eins og þú veist, ég vil sjá annað barndáð á milli þeirra. 100. Þú veist, bara eins fljótt og Ómar kemur sér hendi í lag, þá þurfa þeir að keppa aftur, þú veist. Og því að það enginn verið nærði að vinna meira peldur en Ómar. Og hann var handlegsbrotinn allan tímann. Meira eða meira. Það einn maður sem við komast nálægt. Hver var það sem var bara næstu búinn að tjóka meira bút og meira beila bara svona náða að lifa út lótuna? Á meðan í ykkur gillutínu eitthvað, ég man ekki alveg hvað það var. En þú veist, það var bara, og svo var barndagi búinn og maður var alveg bara svona, veist, hann átt, fattar við. Var ekki líka ykkur klipp að meira þar sem hann sko tóka ykkur niður, lent á höfðinu og var tekin í þetta sama, rótaðist í einhvern tíma og var tekin í gillotínu eða eitthvað og vaknaði í því, þetta örugglega sama, það sem hann tekur eitthvað nú slammar á höfuðið sitt sko. Og svo rætar hann bara henduna lipp. Já, hann sprikkandi löppanum allan tíman, þú veist, maður sér bara, hann bara að tjókast út, en það ætlar ekki að tapa sko. Svo slökkar smá á honum, dómarinn tekur í hendina og þá byrja fætinu aftur sko, og svo lifnar hann við sko. Það var samt svolítið svona freak accident dæmi sko. Það var ekki hingurinn að vera góður. Þetta var fokkin Ricky Simon. Það var mútið Ricky Simon. En þarna var svolítið hingurinn meira bara að feila meira heldur en hingurinn að vinna. Skilurðu? Það var svolítið... Þetta eina skiptið sem ég hef séð einhvern eiga sens í meira á gæðunum sínum. Ég væri til í að sjá annan barndagi mitt. Þegar hendin komin í lag því að þetta svona eins og með Max og Justin, þegar eitthvað svona significant gerist í fyrstu lótu, það hefur náttúrulega áhrif á restina af bardaganum. Sko. Algjörlega. Ef hann hefði ekki brotið þessu hendina, þá held ég að þetta hefði bara orðið besti bardagi allar tíma í bandaveit. Sko. Mögulega. Þetta er semi-contender fyrir það. Þú veist, það ekkert búið að vera einhverjum svona svakalegi bardagar í þessu deild, og þetta sem svona talentstakk deild, sko. Þá einhvern veginn, þú veist, svona, ekki beint svona eftirminnilegi bardagar og þú veist hvað sem mest eftirminnilegt er þegar O'Malley rótaði Aljamain Sterling, en þú veist það ekkert af einhver svona engin bardaði þarna búin að vera eitthvað svona þú veist, contender í fight of the year eða eitthvað þannig, þetta allt búið að vera bara svona la einhvern veginn. Það var Cody á móti TJ var nú flottur bardaði. Það svolítið síðan Cody Garbrandt á móti TJ Dillashaw, það var geggjaður bardaði. Sko, það svolítið síðan að það voru mjög góðir bardaði, en það var tímabil sem bandaveiti var rosa flott deild, sko. Þetta náttúrulega flott deild og það mjög mikið að talent í þessari deild, sko. En ég vil bara sjá run that shit again, bara ASAP. Ég eiginlega sammála því. Eða Peter Yan. Já, ég vil fá Peter Yan í millitíðinni, sko. Því að hann eini gaurinn sem held ég eigi breaki meira fyrir utan Ómar. Já, þannig að, hvað, Peter Yan næstur það? Já, ég held að. Já, það myndi, mega mest sens. En sko, ég hugsa að ef að Ómar hefði ekki brotið þessu hendina, það var nunnið. Það var nunnið, ég held að. Það tekur líka, ég fótbrotnaði fyrir 2,5 ári og ég man eftir því bara út af sársaukanum og svona líka minn var að hýla sig að ég var bara ógeðislega þreyttur bara eftir að fótbrotna. Bara broti sjálf. Og það manni flökurt og eitthvað. Já, þú veist, ég held að handabrótið hafi klárlega haft töluverð áhrif hversu þreyttur hann var, þú veist, þegar leið á barða. Þannig að það aldrei verið svona þreyttur í 5. lótunni ef hann ekki brotið þessar hendinni í 1. lótunni. Já, ég held að það sé klart mál. Skemmtilegt. Færum okkur aðeins áfram, sko. Jiri Prochazka ground and pound sigur gegn Jamal Hill. Já.
Af hverju hlærðu þú núna og vinkar mig? Af hverju það vinkar mig? Þú varst á hilvagninum? Nei, hvað meinar ég? Ég setti 50 fucking eurur og Jiri Prohaska á vann. 50 fucking eurur með það. Já. I put my money where my mouth is. Þættinum voru... Nei, ég hef aldrei verið á Jamal Hill í þessum bara það. Mér fannst það... Það var annar ykkar eða báðir sem voru Nei, það er svo heillægt að vinna bara bulla. Ertu galinn? Kannski er ég að bulla. Þetta var eitt af því sem ég var öruggastu með sko. Það sem ég var öruggastu með var bara Jiri Prohaska myndi vinna þann bara og svo var það Dawson by decision setti 50 á bæði sko. Þetta var eina sem ég var svona vissum ég var reyndar handviss að Moicano myndi vinna en ég var að segja svo klára hluti og bara and I'm also dumb as a brick já, ég verð samt að segja það var líkamlega vont fyrir mig að hafa ekki sett pening á Jiri út af því ég var vissum að myndi vinna og stuðuleginum var bara drulluður flott tveir stuðul og Jiri Prohaska to win sko. hann var underdog sko. og bara á móti sko, Hill sem var að koma úr meðslum og var búinn að bolla sig í gang í meðslunum sko. hann var spikfeitur sko. hann var over the hill ég er mjög það lagsir ekki smá látið þessi lendi eins og þú segir, bara hann bollaði sig vel í gang og sko höfurhreyfingarna hjá Jiri Prohaska voru bara miklu betri en hann hafði verið hann bara pínu hausa pínu hausa þetta er next level Jiri Prohaska hann svona við varum svona glimt svona basic hlutum skilur hann rosalega svona skemmtilegur og öðruvísi en þú veist reyðar fucking hausinn maður en talaði hann satt ekki eftir seinasta fæti eitthvað I need to evolve skilur allt það og svo eftir fætin talaði hann að hann vildi hafa hendur meira uppi og þannig voru samt hann gerði ekkert að því sko hann reyði bara höfuð aðeins meira sko hann eitthvað svo spes karakter maður ég dýrka hann sko en maður sá samt alveg greinilega mun sko náttúrulega hann búinn að keppa núna 2 bardaði við Alex Pereira lent í 2 róttökum þannig að hann okkur kannski að reyna að dodge eitthvað á þessum höggum þú veist kannski ætti ekki að taka þau öll framan í mig þú veist viljandi ég var bara farin að bíða þegar mér reyndi með þetta skalla hendur sko í gömlu bardaðanum hann rosalegur sko en hann vill Pereira aftur hann farið það ekki strax Nei, ekki strax en hann ekki samt þegar Pereira búið með Ankalaev þá bara Jiri Prohaska aftur næstur í röðinni nei, Alex bara ekkert að fara að vera í léttu hann fyrir þungaður sko já, það getur verið herðu, já, sorry hvað, viltu veðja fleiri böllum það bara tækifæri fyrir böllum það ræktlar að fá þetta nei, ég ætlaði að segja það sem ég raka augunni það sem ég sendi þér, Biggi hvað aftur? Eitthvað John Jones? Já, að það væri komin stuðull á John Jones Aspinall bara alveg even 1,9 á báða, eða ekki? Inn á veðmálsíðu með 31. desember þá vita ekki hvernig þetta er en þeir vita greinilega að það verður því að þú getur veðið þú getur veðið og á hversu legit síðu Bet365 já, það er svona frekar legit síðan það er bara legit en ég þú veist, þessi bardagi er ekki orðin staðfestur en þannig en þú veist, það eru komin einhver odds að það en getur sett pening á þetta núna já, þá bara ógildist þetta veðmála að vera ekki úr þessu ég held að það sé bara búið til eitthvað svona já, en ég menna það eru meiri leikur að minni annars það er ekki að hendin einhverjum stuðlum í janúar sko síðasta sem við fengum að heyra er bara Dana White sagði að þetta væri bara bull með þessar 30 miljónir sem hann vildi og John Jones væri samningum sko ég meina það var bull og sagði þó það fylgdi sögunni að John Jones væri að íhuga það að hætta það er síðasta sem við höfum heyrt frá en hann náttúrulega sagði líka ég held að hann sé bara að reyna að fá meiri pening sko hann er aldrei að fara að hætta núna út af því að núna er hann kallaður Duck en ekki Goat og John Jones er alltaf í mikið ego til að hætta þegar allir að kalla hann Duck ég meina að þú veist myndi maður vilja að setja skilur pening á 1.9 því að stuðning getur skilur hvor haldið þið að tækina barda Aspinall það er svoleiðis ég hugsaði bara húsið Aspinall ef stuðning verður svona ég er ekki þar ég er slightly Aspinall megin en ég held að þið séu allir á villigutum með Aspinall ég myndi alveg já nei, hann er að fara að vinna þetta hvernig vinnur hann þetta?
Hvernig? Ég held að hann róti John Jones í Hvað fyrstu gerist lótu. þetta fyrir aðra lóti? Það getur verið þessi. Já, hvað gerist Ef leið og þetta- þetta fyrir Ef aðra þetta lóti? fer úr fyrstu lótunni, þá held ég að John Jones vinni, en ég held bara Aspinall stærri en John Jones. Hann þykkar og sterkar en John Jones. Hann ekki búinn að vera að móki í sig kókaini núna í 10 ár straight og berja konuna sinni inn á milli, þú veist, og svo rótar hann eiginlega allir í fyrstu lótu. Þú veist, ég held að allir að Pavlovic myndi róta hann og hann rústaði Pavlovic á hans, og þú veist, á hans velli, þú veist, í boxinu, í powerhöggum. En þú veist, ég myndi segja að þetta væri alveg 50-50 bardagi, en ég bara held að John Jones sé með aðeins og marga póka í bak við sig. Það má vel vera, sko. Hann ekki búinn að vera bara á snúrunni bara svolítið lengi, Bara clean. Já, það ekki málið? Hann var nú að hóta að berja einhvern lyfjagaur þegar hann fullur heima á sig fyrir árið síðan eða eitthvað. Það kom of snemma. Já, ok, reyndar ég mann eftir því, sko. En ég held að það sé bara eitthvað svona, fyrir mér John Jones náttúrulega góður, sko. Ég held að hann finnur alltaf leið. Hann góð. Ég meina að John Jones jammaði fyrir alla þessa sigra, þú veist, hann var alltaf jammandi. Já, en þá var hann ekki 37 ára. Nei, kannski ekki. That's a difference. Þú veist, maður sér það alveg á svona félagunum sem held áfram að lífum sem verið tvítir fram að 40. Eftir 35, þá fóru þeir bara eldast 5 ár á ári. Þú veist, bam, 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 bam. Og þú veist, þeir voru búin að fylgja manni alveg fram að því, en svo bara ákveðnum tímbúndi bara eitthvað, þá sagði líka hann bara eitthvað, nei, við erum hætt að endurnýja frumur, þú ert fögt ef heldur að drekka svona. Ég held að þessi fætt muni fara, sko, já, ég veit ekki, ég held að þetta geti farið bara eins og John Jones og Silgan, skilur. Já. Heldur að Aspinall sem nú hann Jits-gaur í grunninn, heldur að hann myndi leyfa honum að ragdolla sig svona. Hann líka tölur stærri en Silgan. Aspinall stór, sko. Silgan líka bara hugges, Hann 6, held ég 4 eða eitthvað. Aspinall 6 eða 6-7. Finnst þessi Aspinall að sé aðeins stærri, sko. Já, það. Aspinall mjög stór og þykkur. Já, ég hugsa að Aspinall getur alveg ná honum. Það erfitt samt eitthvað með henn að segja svona upp, já, hann klárar hann í fyrstu, skilur, hver hefur einhvern tíma að klára John Jones, skilur, hefur John Jones alltaf fundið leið, hefur hann alltaf náða að smöðra gæja og gera allt sem maður heldur að hann muni ekki ná að gera. Já. Skilur, þannig eitthvað með henn fyrir mér á blaði, jú, aldur, segir til sín. Hann ekki það gamall, sko. Nei. Hann bara 36 ára og þú veist, þannig séð í þungavítinni þá byrjar præmið 32 og til 36. Þú veist. Þetta verður geggjaður barndagi. Já, geðveikt. Ég myndi ekki veðja á móti mínum manni samt. Nei. Ég veit ekki alveg. Ég er ekki verið að setja pening á það. Ertu bilaður? Ég er ekki verið að setja pening á það. Nei. Ég segi hverju held að muni vinna en ég myndi aldrei setja pening á annað hvað þeirra, sko. Ég bara, í þau skipti sem ég veðja á MMA þá fer þetta býtur þetta alltaf í baki, sko. Já, skilju. Ég er ekki einu svona í upphæðum, sko. Við á Nonni ætlum náttúrulega að vera með stuðla okkur, sko. Þannig að þú getur sett pening á okkur. Já. Hvern setur peningin? Ég veit ekki, ég þurfti að fara watch some film, skilju, koma æfingarsport ykkur. Ég get svona golf, svona skuggabóksa fyrir þig. Já, ég býð eftir einhverjum fight camp klippum og skilju, ég býð eftir að koma með einhver vlog embedded hérna hjá okkur bara. Já. Þær koma allar inn, maður. Fight camp-vídeóin kom inn í runum minn á lótuna leið og Nonni kemur heim. Heiðar í klakabæðinu, ég er skuggabóksa. Heiðar í klakabæðinu. Svo fokkin hendur maður. Já, ég inn í klef eitthvað. Ég myndi svo mikið trúaði til þess. Nei, ég hef aldrei sett í mig hormón og ég ekki að vera að byrja því fyrir þig, sko. Ekki fyrir mig, fyrir þig. Ég er að meina til að undirbúa mig fyrir þig. Ég get ekki gert það. Gæti ekki fengið það að mér, sko, að byrja á því fyrir það. Nei. Ég veit ekki, ég ætla að geima á ég held að Nonni vilji að það verði tjekka Þetta hljómar svona of heiðralegt og svona og noble einhvern veginn, maður svona, þú ert ekki þessi kart. Ég er þetta bara nákvæmlega þessi kart. Nei, þú ert ekki svona, nei. I'm a man of my word. Hef ég einhvern tímann sagt eitthvað og ekki pull through? Já, það er alveg náttúrulega. Fyndi að þú er svona pull through og Biggie pull out. Já, það er nefnilega svolítið þannig.
Já, en skemmtilega, herru, vorum við búin að gera upp hennan Jamal Hill bara það? Nei. Sorry, Jiri Prochazka bara það? Vil ekki nefna barðaðin í höfuð á þeim sem tapar? Nei, við vorum ekki búin að renni gegnum þetta. En ég menna þú veist, Jamal Hill náttúrulega, hann kom feitur í hennar barða. Hann alltaf með Nei, feitar hann venjulega. Hann var alveg... Hann alltaf með smá svona, þú veist, sumir eru bara... Þú veist, ekki með sixpack og það líka alltaf. Nei, sko, hann er venjulega gaunin sem ekki með sixpack. Það er ekkert af því. Aspinall er líka gaunin sem ekki með sixpack. En þarna var hann bara, mér fannst það bara þykkur miðjuna, skilur við. Pínu bitch tits líka, sko. Það var ekki reyfin af þessu. Ekkert á því, hún er bitch tits. Þegar þú byrjar að tala um einhver svona atvinnu íþróttamenn á hæsta stíi, hann er bara feitur með, hann er bara eitthvað bitch, sko. Ég gerir bara kröfu að íþróttamenn að hæsta stíi séu í þokkalegu formi, sko. Hvað veist þú DC þá? DC náttúrulega notaði þetta. Hann kunna að nota þetta. En sko, í léttungavittinni var DC náttúrulega bara á tímabili spengilegur, sko. Aldrei með sixpack, svo? Nei, ég ger ekki kröfur síðan með sixpack. En Jamal Hill kom tölur feitar í þennan barða heldur en ég sá hann til dæmis á móti Pereira í maí á síðast ári. Já, ég er reyndar alveg sammála. Ég er sammála því. En ég hafði ekkert alltaf sterkar skoðun á þessum bardaga, sko. Ég eitthvað með mér Jamal Hill eftir Pereira svolítið bara gagu úr, sko. Hann var svolítið fráttsekkaður. Já, hann var svolítið bara eitthvað að missa vitið, sko. En Jiri er alltaf skemmtilegur, sko. Ég dýrka hann, sko. Já, elskar Jiri. Herri, vinnum okkar að sniða kortið. Jordan Almeida móti Sergej Spivak. Já. Var svolítið öðru sem að bjóstuði. Já, mér leist svo vel á hvað Spivak á mikill underdog, ég sá þessum alveg 50-50, sko. En Almeida var bara geggjaður. Til að finna að hann vissi ekki hvað borgan var. Hann bara, what up, Las Vegas? Já, alveg lost. Það er mjög fyndið. Þetta er eini barndaginn sem ég misti af á þessu kvöldi. Já. Það var athyglisvert fannst mér sérstaklega að Almeida var svona að vinna þetta í strækinginu. Ég bjóstu að myndi taka þetta í glímunni og fara eitthvað bara næða hann niður og myndi ekki jets eitthvað í hann, sko. Ég bjóst ekki við að Almeida myndi vinna hann í stræking battle. Nei, hann hefur örugglega sko farið að kvíttöflunni eftir tapið síðast og herri, ég verð að taka til í stræking. Já, en Spivak er bara ágættis strækir. Hann komur á óvart að myndi ná það miklum framförum að hann væri competitive við þó þetta hátt level að strækir á þessum tímabót. Almeida er náttúrulega ekkert eðlilega mikill sko náttúrulegur íþróttamaður. Já, það er þetta sérst. Spilaði fótbolta ungur og bara hann hefur getað einhvern veginn átt sér feril í hvaða íþrótt sem er. Þannig að ég er ekkert hissa á þetta að hann verði mjög fljótt góður strækir. Nei, kannski ekki. En maður er bara ekki vanur því. Þú veist, maður er vanur að sjá svona þessa þegar wrestlingaurar og jitsgaurarnir þeir svona, ok, núna ætla ég að fara að æfa mig í stræking, þá svona tekur það 3-4 ár, bara Dörn er gott dæmi. Hún er náttúrulega geggjaður íþróttamæður en hún er ekkert að fara að keppa í hnefaleikum, þótt hún sem örugglega búin að vera að æfa núna mestmegnis hnefalega í 2 ár straight, sko. Þannig að þú veist, maður býst ekkert við svona hröðum framförum, allavega ekki. Þannig að þetta komur óvart. Já, en gerir sko, mér veist eins og þakið á Jordan Almeida, eða þakið á hans ferli. Hækkaði. Það hækkaði töluvert, sko. Það er svona, þú veist, hann er miklu meira spennandi eftir hann sigur, sko. Sammála. Og betur sæk, ég þarf að run the tape back og skoða. Hann kallaði út Cyril Gann og sagðist vera tilbúin að mæta honum í Frakklandi eða Brasilíu, bara hvað sem er. Þannig að þú veist, hann er með háleit markmið. Silgan aldrei var að taka hann að bardaði svona. Ekki eftir að John Jones wrestlaði hann bara og tjókaði hann út hérna. Vil Silgan ekki bara leika í einhverjum bíómyndum í dag? Jú. Hann átti samt einhverjum fína frammistöðu, á móti hverjum var það eftir daginn? Hann átti ekki fína frammistöðu, en ég man ekki á móti hverjum. Hver var það? Ég þarf að Jamie púlaði þér á. En byrja, átti hann ekki fína frammistöðu bara þannig daginn? Nei, var þetta ekki svolítið... Vann hann? Hann vann Volkov Volkov á split decision. Já, Volkov vann þennan bardaði. Það er alveg á hreinu. Hann skammaðist því sem mikið fyrir þetta. Hann ætlaði að skipa viðtalinu. Alveg rétt. Hann var bara, herru, má ég sniglast út í hérna, Dana White sagði líka á Volkov eftir bardaðan hann hefði unnið. Bara, we're gonna make it up to you. Var þetta ekki einhver bardaði, Heiðar, sem þú tapaðir stór fjá? Já, vildi fá bepla, hvað ekki? Ég manna ekki. Þetta var rán, þessi bardaði. Já, algjörlega. Jú, ég var með eitthvað parlay og tapaði á þessu. Það hefur högg. Ég held ég að vera með 1000 evrur sem, þú veist, ég hefði fengið. Já, sem winni.
Þannig að ég var ánægður með þetta. Eru þið alltaf að tapa einhverjum peningum helgar? Nei, það var bara þessi helgi. Það er Biggi sem sér að tapa hérna peningum hverja helgi. Heyrðu, ég bara, maður verður að spend money to make money. Maður verður að spila leikinn og þú veist, stundum tapar maður nokkuð bett svo verður maður líka bara að betta stundum á longshot ef maður vil vinna stórt sko. Já. Ég veði ekki á þessu bardaga sko. Nei. Famous broke word. Nei, sko, ég held að ég verði komin í meðferð bara á einhvern veit af ég var einmitt bara svona, þú veist, ég var búin að bara pleysa fullt af bets fyrir þetta kvöld og ég var bara, ok, nú þetta kvöld að fara að byrja þegar þetta kvöld er búið, þá ég annarkvort bara eitthvað, þú veist, ógeðslega ríkur eða ég þarf fyrir meðferð. Eða ég bara hættur í smóbil, það er bara að taka mig pásu frá þessu, sko. Og ertu komin í pásu? Nei. Sko, Hvað drókst mikið pening, Mæli? Nei, ég var búinn að tapa fullt, sko. En bara þessi 2 bett þarna, Jiří Prohaska og Grant Dawson, það lét mig koma svona nokkurn veginn á 0 inn í main og co-main, en svo tapaði ég smá þar, þú veist, maður var með 15 skall að reyna þetta Moicano Í alveg 15.000? Já, ég setti 100 eurur á Moicano og ég sprinklaði þessu 20 í viðbót á Moicano by KO. Hæ? Þetta er eitthvað. Hvern? Hver á stuðl? Hvað? Ég fekk sko bara 7-15 en hann endaði 10 sko. En ég veit ekki, ég hafði svo mikla trú á mínu manni sko, stundum svo eftir á svona, þá leið mér svona ok, þetta var alveg eins og þegar ég var alveg vissum að Holloway myndi vinna Topuria og Whittaker myndi vinna Hamzat. Nei, þetta er ekki sambarlegt. Ekki? Nei, út af að Moicano að vinna Islam er bara mjög ólíklegt. Á meðan Holloway að vinna Topuria á þeim tíma þótti líklegra. En já, ég hef bara svo mikla trú á mínu manni, hann er svo skemmtilegur, hann er gott podcast, ég bara elska hann að gæja svo mikið og bara, mér fannst bara, þetta var svo of gott tækifæri og þú veist, hann er búinn að, ég hafði svo mikla trú á honum sko. Já, það er líka, skemmir ekki að þessi 7 stuðl, þá verður maður ekstra hérna, og hefur trúnað og stuðlir er góður að þá. Já, ég sá þarna tweet frá þarna Matty Bett sem er með honum í podcastinu og það stóð hérna Moicano by KO þú veist, my kids, grandkids munu vinna á þessu Moicano by KO, það var 21 í stuðul ég er svona, ég ákvað að sprengla 20 eurur miðbúið en þetta hefði alveg getið gæst á góðum degi hefði þetta alveg getið gæst ok, bara svona velta verið mér hversu marga barda af 100 ef þau myndi keppa 100 barda hvað heldur að Moicano myndi vinna marga barda? Ég veit það ekki 0, 1 kannski 2, 3 svo eftir á að hyggja og hversu marga með KO? Ef hann vinnur Íslam þá er það með KO sko. Ég er ekki alveg að sjá fyrir mig að hann ég var saman því sko, ef þú ætlar að teipa Moicano þarna og gera með KO að hann aldrei har runnið þetta í 5 lótur og vinna Íslam á lótu. Ég sá alveg fyrir mig að hann gæti náðunum og þú veist, náð bara dominant stöðu og groundabondaðan, fattar þú veist, það hefði alveg getað gerst en það gerst ekki heldur betur ekki Nei þetta var geggjað umdalum Geldur og Meita já fyrir þeim aftur bara frá því við komum úr jólafríinu erum við bara ekki búin að geta haldið okkur on point í meir en 30 þetta er ADHD podcast það er vita á allir sko þeir sem opnuðu maincardið Reinier de Ritter móti Kevin Holland herðu, ég var vissum ég er að gera mér svona seðil ég gerir svona langan seðil og var setti $30 og bara herru, ég er alveg til að vinna hérna tæpa $1 million þessi bara það er klúraði sem mér af því ég var vissum að hann færi yfir 1,5 lóðu já, ég verði samt að segja Rittarinn djöld komur mér óvart með þér ég var búinn að stimpla þetta bara sem mediocre fighter eftir síðasta barða í mínum huga, ég skil ekki af hverju þetta var eitthvað algjör breinfart og error en ég var búinn að stimpla hann inn í hausina með sem svona mediocre kickboxer ég er enda viss að hann var réttsari sko já, en ég var dæmdur alltaf út frá striking og hann er mjög awkward striking er það ekki svolítið út af henni hollendingur? Hollendingar eru svolítið, þeir eru kickbox heavy barðamenn sko já, nei þetta var bara einhvern veginn eftir framistöðunni Mercier þá hann hafði sko söppa Mercier þá er það svona, kickboxari en það sem kemur í baki á Kevin Holland er að hann er ekki í neinum þyngdaflokk svona stundum tekur hann á welterweight bardaga stundum tekur hann á middleweight bardaga þegar hann tekur middleweight bardaga þá er hann yfirleitt dominator í wrestlinginu og ég er svona pælt ekkert í þessu fyrirfram ég var bara Kevin Holland allan daginn ég var svona pælt ekkert í að þetta væri middleweight en ekki welterweight þú veist, af því að hann er drullu góður í welterweight
en hann svolítið overpoweraður í middleweight. Þetta var samt alveg rosa easy fyrir riddarann. Þú veist, ég var alveg séð Holland náttúrulega gaf það út einhvern tíma núna, ekkert fyrir löngu, hann væri bara komin í welterweight út af því að middleweightin væri bara stóri gaura fyrir hann og ég held hann sé alveg það ennþá og hann hafi bara tekið þennan barða fyrir smá KS en þú veist, við höfum síðan keppa á móti stórum gaurum middleweight sem eru góðir grapplerar og hann stendur alveg í þeim í einhver tíma nema kannski kamsat svo tekur riddarinn bara og smókar hann bara á no time sko. Voru við að vannmeta riddarann? Já. En Mercer bardaginn var ekki frábær hjá honum og hann sagði adressaði eftir þennan bardaga að þú veist, hann síðasti bardagi hef ekki verið góður, hann vildi sína sér til rétta andlit og ég held, þú veist, þetta gætur contender í framtíð, á næstu 2 árum er hann ekki sömu vikt á Fluffy? Jú. Hann verður meistar undan Fluffy það í vissum Hversu viss? Ekki nógu viss til þess að leggja undir eitthvað á móti manni sem ekki tilbúin að leggja þetta á móti mér Finn ég lesa að það eru Buffalo ekki ok, nú þetta Kom svo ekki Buffalo-lyktin Já, það rosalega, þetta er þetta oftökið hérna, ég kveði hennar brandar í bili herri, já, en rétt Var þetta 4. tapa hans Holland í rauða? Eða hvað? Ekki það er mikið, sko, kannski 3 Nei, það 2 núna, hann vann þarna á Lexitjúk með armbar en 4 töp í 5 börnum það er ekki gott það var það Var þetta ekki bara eftir að hann kom inn og sprengt allt síni, fekk örugglega góðan samning, góðan promóter, skilur, þess vegna er hann líka svona kannski að hoppa á milli. Hann vill vera aktífur, fá fæta, skilur, ég veit ekki alveg. Skemmtilegu bardaga með hennan skemmtilegur, sko. Já, en það er bara svo leiðilegt að eins skemmtilegur og hann að hann taki hennan fæt og bara söp, bara næri ekki að skila hann inn í framistu. Nei, ég held að Holland viti samt að hann er ekkert á leiðinni í meistarabardaga, sko. Já, ég held að þetta sé bara næsti cowboy, skilur þessi Róni. Já, sammála. Sér aldrei belti en geggjaði bardagar. Hann mætti með kúrikahatt í podcastið hjá Rampage Jackson og spurði hann eitthvað, hvernig fer að halda þér svona góðum eitthvað í training camp og hann eitthvað, I smoke weed, fuck bad bitches en hann svo bara eitthvað að rífa kjaftur Rampage Jackson og bara, þú veist, eins og hann alltaf bara vilja fara í slag með hann, sko þeir voru bara, og hann var bara, þú veist, Rampage Jackson var bara passaði eitthvað og segir og bara, þú veist, það var bara allt bara, þú veist, við það að fara í háa loft bara í miðju podcastinu, sko Já, ég misti þessu Ekki Hollandi skemmtilegur hann var í viðtali við Nínu hana einhvern tímann og hún spurði hana hvað er þinn versti ókostur hann í sambandi og hann eitthvað, ég held fram Flottur sko Flottur Ég meina, hann þekki sjálf hann sig hann er ekkert í að neitt afnýndun sko Nei, heldur betur ekki Mjög skemmtilegt kart heilt yfir sko Gaman að komast í að maður því vannveitir rennir til Ritter Er þið spenntir að sjá hann aftur það? Já, ég það Já, svona Jóna, hann takir bara quick turnaround Hann talaði þannig Já Talaði eins og hann væri bara game í næsta bara Ég held að hann sé samt ekkert að fara að blanda sér í toppartna Hann er double champ úr öðru promósinu Já, rétt marði Merchert svo fær hann velteveit gæja og læta það lúka easy en Kevin Holland er náttúrulega bara velteveit gæja Það er bara einn maður samt sem hefur látið Kevin Holland líta svona easy út Hamsson og hann er að fara að vera líklega að fara í titilbarda allavega næsta árinu eða svo Þannig að mér finnst ekkert galið að segja að þetta Ritter er í séns líka Við höfum eftir að sjá svona almennilegt takedown skilur við þú veist þegar hann endur móti gæja sem er ekki í þessari sjálfur Kevin Holland er svartbeltingur og Mercer líka skilur við þeir svona, við líðum vel í gólfinu til að fara í gólfið og lenda svo illa í því skilur við svona hvað ef að barnæðin fyrir ekki í gólfið Ef hann lendir á móti svona pure wrestler eða þú veist, wrestler frekar en Hilsara einhver sem vill vera ono og fer ekki undir nema bara hans er tekinn og sko Ég var til að, ég var til að sjá það en mér finnst Ritter líklegri í belti heldur en Fluffy sama hvað Já, náttúrulega sko Kevin Holland vann Fluffy Já, það kemur 0 á orð Það er satt svona, þú veist, svo hann mætt Marvin Vettori og Derek Brunson og svona alveg middleweight gaurum hérna í setjum tíð og það hefur ekki farið vel, hann endar alltaf bara bakinn og finnur enga leið upp Hann vinnur Fluffy Hann gerði það á sínum tíma, það er mjög langt síðan sko held ég það var 2020, það er alveg verið 5 ár næstu Já
En svo kannski við svona stiklum að þessu stóru, hérna Peyton Talbot tapaði, hann var mjög favorite komandi inn í barndagi. Já. Og ég Man ekki stæðsti favoritin á kartinu. Fyrir utan Íslam. Já. Var það fyrir utan Íslam? Já. Út af því að stuðullin og Peyton Talbot var herri heldur en þegar Arman var andstæðingurinn, en það breyttist eftir að... Já, það er rétt. Já, ok. Þannig að menn voru eitthvað svektir við því. Bogdan Kuskov, bara náttúrulega kramdi Billy Elikana sem bara hætti að standa upp. Góðlega gafst upp í endan, sko. Já, gerðsamlega bara átti ekkert... En hann tók fyrstu lótu, þessi Billy Elikana. Hérna það ekki? Billy Elikana, já. Jú. Og hérna... hann okkur maður Khabib Nurmagomedov korneraði Takir Ulanbekov og opnaði með sigri. Það var skemmtilegt. Sáu Ulanbekov fór að tala við DC í þriðju lótunni. Hann var, þú veist, var eitthvað ræsilega gæðin í drastl og kom með hann upp á búrun eitthvað. Þá var hann að tala við DC og segja bara eitthvað this is for you, þú veist, og svo tók hann niður, sko. Og sagði við DC bara this is for you. Og svo kallaði hann út Pantoja, sagði bara I'm coming for a belt í viðtalinu. Ok, til í það. Þessi Dagestanar eru svona að kaupa sem pínu privilege út af þeir eru allir sem geggjaðir. Já. Það er svolítið staðan. Og ég meina, þú veist að í flyweight bara einhver til í að berjast innan við bara vera shippin einhverjum Japanum út af því að þú veist það er allir búin að fá tækifæri og enginn getur neitt. Og svona þess að það er Ráðanberg og Grant Dawson sem átti decision win gegn Diego Ferreira, mjög samfærandi. Svo basic Grant Dawson sigur. Þetta er bara það sem hann gerir og þú veist, þetta er ekki skemmtilegt, fattur þau, en djöld virkar þetta. Já. Þú veist, hann bara, þú veist, hann er aldrei einhvern veginn að gera neitt hættulegt, hann er bara að gera nógu mikið til hann sé ekki látin standa upp. En samt var hann látið standa upp bara... Valla nógu mikið til hann ekki. Hann var látið standa upp einu sinni, en þú veist, mér finnst allt svo leiðilegt að menn, þú veist, að dómarinn er að redda mönnum. Já, stættu bara upp. Bara að standa upp, stættu upp. Já, þú veist, ef þú getur ekki staðið upp, þá þarfst bara að vera þarna. Þú veist, þá þarfst bara að díla við þetta. Já, það er alveg rétt, en þetta er samt alveg fine line. Ef að bardagamenni vissu þetta væri bara þannig, hversu mikið activity væri í gólfinu, skilurðu? Hversu mikla sjens að tækir að missa stöður, þú veist, þá myndir ekki bara halda kontrólinu og ræta út lótunar og lótu eftir lótu. En hérna talað hvað Grant Dawson getur verið leiðilegur. Hann byrjaði samt bardagan á sko, spinning backfist, svo reyndi hann wheel kick, svo reyndi hann spinning back kick. Þetta voru fyrstu 3 strækin hans í bardaganum. Þú veist, byrjaði á eitthvað svona geð frumlegum hlutum eitthvað. Svo bara eitthvað, take down. Þetta er ekki að virka. Hérna líður mér vel, smá svona búm, búm, búm. Það er bara topp. En hann hérna kallaði út Benel Darius, vill fá hann í apríl. Það er ekki bara skemmtileg veit það? Jó, ég er ekki viss hvort að endi eitthvað svona vel fyrir Grant Dawson samt. Mótið Darius? Já. Ég held að mér bara taka niður og knúsa hann. Já, gera það svo bara. Já, getur verið. Við sjáum til. Það er ekkert UFC til að hita upp fyrir næstu helgi? Næstu helgi? Nei, það er allir bara rólegir. Já, bara allir þá að fara á bikamóti með þér. Já, bikamóti sé. Hérna, í ljósi þess, Karpur, að við erum sponsaðar af Yngling sem voru að koma með fæðbótavörur. Þá ég spáði hérna að skilja við með smá pakka. Það er með nokkar vörur hérna á borðinu og ég spáði að leyfa þær að velja eitthvað. Og ég kem að fjöllum, sko. Þú kemur að fjöllum? Já, ég veit ekki, ég heyri alla þessa gaura í Reykjavík MMA og þeir eru allir á bara einhverju Shilajit og eitthvað, ég er enga reynsla á þessu. Þannig ég er hérna... Já, Shilajit er steinefni meira að minna. Þetta eru eiginlega öll steinefni sem þú þarft. Já. Ashwagandha er rosa gott til þess að minnka kortisol level líkamannum og með því getur að hækka testaðinn út af því að kortisol stresshormóni heldur testanum í niðri. Þannig að þetta er gott fyrir það. Þetta er good shit sveppablanda sem á að gera fullt af good shit hlutum. Þetta er líka svona testabooster. Ég er að vinna með sko þetta hérna, ég er reyndar að vinna með þetta allt, en svona fyrir testan í mér, þá er ég að vinna með þetta tvennt saman og svo er þetta náttúrulega líka, þú veist, öll steinefni í líkamannum að þau séu tip-top er gott fyrir hormónaframleiðsluna. En Shilajit á líka bara auka testa, það ekki? Út af því að það er með öllum steinefnum fyrir sem líkaminn þarf og þar með er ánöðöldur en maður búa til. Hvað er þetta ekki svona 85 steinefni af þeim? Jú, þetta er eiginlega öll steinefni sem það þarf. Herru, við tökum bara þessa Shilajit og Ashwagandha. Geggjað. Já, takk fyrir það. Það er bara hrikalega vel valið. Ég er líka gott hérna svona test subject, ég er að taka, ég hef enga reynsla á þessu.
ég hef ekki tekið neitt, ég hef bara eina fæðubótarefni kreatín, þannig að bara Sko ég fann mikinn mun þegar ég byrjaði að taka hérna Silagitið. Ég var með bara blöndu að það sem ég var að taka og setti svo hérna Silagitið út í og ég var sér bara svona endingameiri á æfingum og svona, ég fílaði það mjög mikið. Já, geggjað. Já, þetta gott fyrir okkur sem menn sem að vera eldri líka, hérna, eins og mig, þá er ég að tala mig núna. Já, mikið í því að bæta testan. Þú hvað, 28, nei, þetta gott, ég fann að fá svo mikla krampa. Ég bara má ekki rópa, þá ég bara kramp í maður. En Silagitið lykill fyrir okkur gömlumennina, þú veist, að fá ekki krampbótum af því að það eru steinefnaskortur að fá krampbótum. Já, það veitum við það. Já, ég þakka kærlega fyrir, ég læt ykkur vita hvernig þetta gengur hérna. Þessi Silagit og Ashwagandha kúr, sko. Kemur mér að mæta út stuðurinn næstu síðan. Já. Bara steinefnamaður. Kom með bara Islam vöðva hérna á baki. Nákvæmlega. Herri, við þökkum öllum fyrir að hlusta og Garpur Pleasure, ógeðslega gaman að fá þig í þáttinn. Takk hérlega fyrir mig. Hérna bara viskubrunnur og góð takes. Já, takk fyrir það. Mjög góð takes. Mjög góð takes. Herri, við sjáumst aftur sammála mér og svona. Já, svolítið oft á tíðum. Já, svolítið oft á tíðum. Strákarnir eru það venjulega ekki, sko, þeir eru venjulega ósammála mér. Við hittumst alltaf fyrir þætti og svona, já, hvað ætlum við að vera sammála með? Við erum á móti hún. Gott að hafa ekkert í hotnun líka sem hlæra af lélu bröndunum mínum, sko. Já, áttur eina neglu hana. Já, nákvæmlega. Herri, hérna, við þakkum öllum fyrir að hlusta og það er bara sami pakka mannlega. Það var ein vika að lesa þátt, gerum upp hérna bikamótið og heitum upp fyrir UFC. Já, Sátikarðirnar. Já, gæsla. Getur reyfist það sem hver er millivittageitin? Veistla. Herru, við sjáum þá.